Já, velkomin að Rauðaborðinu á Laugardagsmorgni. Þá höfum við þann sið að vera með það sem við kallum helgispjall. Þá fáum við eitthvað hingað að borðinu sem að segir frá sér og leyfir okkur að spegla sig í viðkomandi svo við getum átt okkur betur á okkur sjálfum. Nú er komin Inga Harpa Njáls, félagsfræðingur. Þetta velkomin. Já, takk fyrir boðið. Gaman að fá þig hingað. Já, gott að koma. Já. Herðu, ég er svona, mér langar svolítið að fá svona hægt og bítandi fólk sem hefur staðið í svona einhverju baráttu til þess að skilja hvað það er. Stundum svona fólk sem hefur svolítið fengið að kenna á því svolítið, fengið svona svolítið mótbyr. Þurft að hafa fyrir því að koma kannski í sínum sjónarmiðum á framfæri og fyrir einhverjum stundum bara frekjugangi þeirra sem að vilja hlaka niður. Og þetta á eiginlega við þig, þóttu þú sért kannski fræðakona, að þá hefur verið í svona baráttu. Ég held að mætti segja að þú hafi eiginlega opnað umræðina fátækt í samfélaginu, svona aldamótin, með lítinn fögnuð. Já, það er alveg rétt að ég held að mig segja það með sanni að umræðan fátækt hún hafi opnast. Já. Með minni vinnu og rannsóknum. Og það kannski kom mér svolítið á óvart viðbröðin sko, en ég í rauninni þá var ég búin að átta mig á því að þetta gæti verið viðkvæm samfélagsumræða og þá kannski fyrir ákveðna aðila sem að hafa verið í stjórnmálum vegna þess að sjálfsmyndin, hún var það að allt væri svo gott. Og jafnvel það að sko Ísland væri fara broddi meðal þjóða fyrir velsæld. Við höfum mælst 5. ríkasta samfélag og þess vegna held ég líka að þetta hafi komið þá sem sagt á óvart en það má segja það að sko leið mín af þessu rannsóknarverkefni hún kannski var fyrst og fremst vegna þess að ég fer harðfullorðin í nám í félagsfræði og fer inn í sem sagt að rannsaka með minni rannsókn atvinnuleysi og fátækt og þá er það er 1995 og þetta leiðir mig áfram að ég sé það sem sagt að hvað þetta er í rauninni mikilvægt að skoða þetta betur við getum bara sagt það og síðan æxlast það þannig að þegar ég er að ljúka námi í félagsfræði að ég var sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum og þeir biðja mig að fara sem sagt í hjálparstarfskirkjunnar í jólaúthlutun og ég geri það og þetta er sem sagt í desember 97 Hápunkti Davíðstímans já, við getum alveg sagt það en sem sagt þá eru þeir að leita að mannesku til þess að sjá verkefni það sem sagt að opna aðstoð við fátækt fólk vegna þess að þá var sótt svo mikið til þeirra og fá mannesku til þess að þróa og móta
sem sagt þessa aðstóð. Aðstóð innanlands. Innanlandsaðstoð. Hafði hún ekki verið áður? Hún hafði ekki verið, nei. Þeir voru með sem sagt jóla aðstóð með Rauða krossinum fyrir jól, en þetta ásóknin hafði orðið mikið meiri og það má alveg segja það strax að það upp úr lagabreitingu á almannatryggingum 1990 sem tók gildi 1994 og sem var hvernig? Sem að lagabreitingin, já það urðu breytingar þannig að einhver hópur datt á milli bara? Já, eða við getum sagt að bæturnar hafi verið lágar eða lífurinn, það dugði ekki til framfærslu, það vandinn. Nema hvað að þarna sem sagt spinnst það að ég sem sagt að ljúka námi og ég sem sagt að skrifa fátækt í velferðarsamfélagi og þessi farið og leitu mér sem sagt að ég taki að mér þetta verkefni og ég slæði til og geri það og það sem sagt að sitja andspænis fólki í mikilli neyð ég barðist fyrir því að fá að móta langtíma aðstóð og vera málsvari fólksins láta heyra sem sagt stöðuna þetta í rauninni sem sagt ákveðin þróun sem leiði til þess að ég ákveð það að fara í masternám og ég sem sagt fer til Háskóla Íslands þegar að ég svona á seinni hluta þessa 2 ára og þá sem sagt ég búin að móta rannsóknarskýrslu, rannsókna leið algjörlega og legg þá á borðið og sæki sem sagt að fara í masternám og þetta var sem sagt ég sneri mér að skrifstofustjóra og þetta í raunin uppað af því sem sagt, eða þetta þróunin að því að ég ákveð það að fara sem sagt í þetta verkefni heitir hana líka mál að ég hafði kynnst stöðu og aðstæðum öryrkja áður og ég vissi hvað það var erfitt en þarna ég búin að vera og sitja andspænis fólki og reyna að finna leiðir ég leitaði til dæmis til Rauða krossins Reykjavíkurdeildarinnar og þau lögðu oft til peninga til þess að hjálpa fólki sem hefði lent í bráðaveikindum og var með kannski ógreidda rafmagnsreikning og annað að þá lögðu þau til þannig að síðan getum við alveg sagt að ég ætla að láta það koma fram strax að þessa rannsókn sko vann ég heima hjá mér ég var í námi en ég var ekki með vinnuaðstöðu hjá háskólanum og sem sagt lauk henni og hún var algjörlega gerð á mínum forsendum og fyrir við getum sagt fyrir mitt fé þannig að það en ég áttaði mig á því þegar að ég var komin langleiðina að þetta gæti verið viðkvæmt fyrir þá sem að hefðu þessa sterku sjálfsmynd hvað við værum flott og hvað allt væri gott og þess vegna vandaði ég alveg sérstaklega til þess með viðtöl við fólk sem ég talaði við og þá ég talað ráðamenn að það veri lesið yfir og þeir fengju tækifæri til þess að gera athugasemdir við mig ef einhverja væru, ég baði það þannig að ég sem betur fer hef ég alltaf verið jarðtengt manneska en í þessu gekk ég frá að því að ég var búin að átta mig á þessu Ég grunaði að viðbröðin yrðu hörð ég átti kannski ekki von á
mjög hörðum en það gæti sprottið upp raddir. Já. Herðu, það hérna margt sem ég langar að spyrja. Sumilítið þá kemuru og ferð að skoða þetta af svona skipulega og vinna í þessu málaflokki þegar það eru samfélagsbreytingar. Já. Það sem að, við getum sagt að svona velferðarnetið fer að riðlast. Það mætti segja það. En hins vegar líka samfélagsbreytingarna þannig að kannski svona hið óformlega félagslega net líka breytast út af fjölskyldunar að minnka og þáttur stór fjölskyldunar minni og fólk búið að flytja úr dreifðari byggðum og smærri byggðum í borgina og sem hefur áhrif hérna á svona öryggi fólks hér heima og alls þar annars þar. Það sem ég að velta fyrir mér sko fátæktir sem að þú ert að skoða, það fátækt sem að verða til eða það í kjölfarið á hérna rannsóknum þínum og starfi sem að við sjáum fátæktina? Já, ég myndi segja það vegna þess að Hún var alltaf til. Hún var til. Já, en við bara vildum ekki sjá hana. Já. Ég myndi segja það alveg hiklaust. Það skal líka tekið fram að þegar að velferðarkerfið mótað að þá var hugsjónin og markmiðin háleit og þá ætluðu ráðamenn það að við myndum byggja velferðarkerfi sem að væri eitt besta meðal þjóða. Það sem enginn þyrfti að líða skort. Það sem enginn þyrfti að líða skort og það alveg til því ég er búin að fara í gegnum gífurlega mikið af efni og skjölum. Það var nú aldrei byggt upp þannig að það geti staðið undir þessum fögru orðum og væntingum. Þetta var svona eins og hugsjón og svo kannski raunveruleikin bara strax við upp að almannatrygginga. Þá svona verið að banka þetta niður og þetta kannski... við getum alveg séð það sem sagt að þegar að almannatrygginga fara að staða sem sagt að þá til dæmis situr fólk ekki við sama borði hvar sem það býr á landinu. Nei. Þá ef ég maður rétt að þá þeir sem að búa á landsbyggðinni og í bæjum sem eru með færri heldur en 2000 manns. Þeir eru með 25% lægri lífeyrisgreiðslur heldur en að þeir sem að búa í Reykjavík og bæjum sem eru stærri en þetta. Á hvaða forsendum var það? Skilurðu? Það skipunefnd líklega 1962-3 og þá farið vel í saumana á þessu. Og þar kemur líka fram að það var ekki nokkur ástæða til þess, skilurðu. Þetta var bara einhver hugmynd sem að slengt þarna inn og það annað líka að varðandi fjölskyldubætur við vorum aftarlega á merinni þar líka vegna þess að það var bara fólk sem var með 4 börn eða fleiri sem fekk aðstoð. Skilurðu? Það var ekki fjölskyldubætur fyrir þá sem að voru og einstæðir eða annað, þannig að það í rauninni sem að ég sé breytingu 1963 og svo getum við aftur fært okkur til 1971. Þá ákveðið sem sagt með lögum almannatryggingar að tengja bæturnar og lægstu laun í landinu. Þannig að fólk sé aldrei með minna heldur en lægstu laun eða það sé sem sagt samhljóma þar á milli. Svo krafa reyndur ennþá á lofti, sérstaklega eftir að það var skil þar á milli í hruninu og örkulífeyrir og ellilífeyrir vandi 100 og eitthvað þúsund upp á. Já, það urðu skil fyrr vegna þess að þetta slitið 1995. Já. En það hefur sagt mér eldra fólk sem sat við samningaborðið, ef við getum tekið frá 71 til 90 eða hvað,
að sko það hafi verið tregðan til þess að hækka launin vegna þess að almannatryggingar að lífeyrisgreiðslur þar myndu að hækka líka. Það var svo kostnaðarsamt fyrir ríkisvaldið. Það var svo kostnaðarsamt og ég tók þetta út, skal ég segja, stöðuna 1994 að því mér fannst þetta áhugavert. 1988 þá kemur staðgreiðslan inn, 1990 og 5 er þetta slitið. Ég skoðaði stöðuna bæði á lífeyristryggingum, örorkubótum, ellilífeyrir og sjúkratryggingum og annað og sem sagt lægstu laun og þá hjá sem sagt láglauna, við getum sagt stéttarfélögunum og það var ekki bara eitt í að nú sameinast sem sagt í Eflingu en 4-5 félög, hjá öllum þeim félögum, hjá Verslunarmannafélaginu, hjá félagsþjónustunni í Reykjavík líka sem sagt aðstoð. Þetta var allt nánast á sama 1000 kallinum. Var haldið niðri og á þessum árum var það held ég líka þannig að taxtalaun, ég held að verið færri sem að voru á hráum taxtanum þá en er núna. Ég er algjörlega ósamálaði. Nú? Já, fyrir ekki. Já, ég segi það vegna þess að ég vann sjálf bæði á taxta Eflingar og Verslunarmannafélagsins og þá var verið að tala það, já, sem sagt, en þó það sé verið að semja svona lág laun, sko, þá fólk ekkert á þessum taxtum. Það sem áttu að vera seinni hlutin á setningunni, að það hafi verið færri þá, en þeir sem að sátu eftir voru frekar konur. Já. Og það voru svona tilteknir hópar sem að sátu á taxtunum, þó svo að það væri talað svona, já, ég meina, ekki flestir sem að bara eru yfirborgaðir og eitthvað fleira, til þess að halda í góða menn og allt þetta. Þannig að það hafi verið sko ójafnvægi í þessu, það sem reynt að halda taxtunum niðri og þá bitnar það sérstaklega niður á þeim hópum sem að eru einhvern veginn á jaðrinum, til dæmis konur eða. Já, ég held að sko vinna kvenna hafi verið vanmetin til launa og þá getum við líka sagt að sko á 7. áratugnum og þar 8. þá sem sagt eru konur að koma út á vinnumarkaðin sem sagt meira, þær höfðu verið heima gætt búsa barna og kannski eftir því hvar var verið í einhverju vinnu og sjálfsögðu konur sem að höfðu fyrir sér að sjá og voru einstæðar með börn, þær þurftu að vinna og gerðu það. En ég held að sko þessir lágu taxtar, þessi láglauna vinna í kvennastörfum og þá getum við tekið bara eins og umönnum barna og aldraðra inn á sjúkrahúsum og mikið víðar að þetta eru störf sem að voru ekki metin til rétt til launa strax í upphafi. Haldið niðri vegna tengingarna við örorku eftirlaun. Það kemur síðan, sem sagt, þessi tenging 71. Þá kemur það. Kannski það ástæðan fyrir því að lægstu taxtar hafa hækkað meira svona undanfarin ár, eiginlega eftir að það búið að slíta alveg endanlega á milli sko elli og örorkulífeyris, að þá liftast sko lægstu taxtanir. Kannski spilar þetta bara inn í þar. Já. Og ég til dæmis tók það út þegar ég var að skoða stöðuna þarna 94. Hver þróunin varð eftir þessu var sliti 95 til 99 þá hækkuðu lægstu laun 42% en sem sagt almannatrygginga greiðslur hækkuðu 21,5% og það kemur strax þar fram sem sagt að launin hækka meira þegar að búið að slíta þarna á milli og ég ætla líka kannski að nefna það að ég þekkt þetta sjálf á eigin skinni vegna þess að ég flytti Reykjavíkur 1978
og þá starfaði ég inn á leikskóla barnaheimili sem satt í 4-5 ár og ég get vottað það að launin dugðu ekki fyrir lágmarksframfærslu því að ég var sem sagt þá ein með barnaframfæri orðin og ég skúraði á 2 stöðum líka til að ná endur saman. Þannig að þetta kannski svona, já, misti rétt að það komi fram líka að ég þekkti svo sem ágætlega ýmsar aðstæður sem að studdu það að ég vissi hvað ég var að tala og hvað ég var sem sagt að rannsaka. Fórstu að skoða það vegna þess að þú vissir að þetta væri mikilvægt og áhugavert? Já, ég segi það var sjálfsagt var það sem í byrjun togaði í mig þegar ég áttaði mig á því og sem ég tel bara að hafi verið hið besta mál. Ég var þar, ég gerði gagn þar, tel ég. Annað, hvort að athyglin hafi farið á fátæktina en hún hafi alltaf verið þarna, það er eitt sjónarmið. En síðan eitt sem að kannski má velta fyrir sér í sambandi við viðbröðin, að hvað er fátækt? Er fátækt félagslegt vandamál, galli í samfélaginu, óréttlæti sem að tilteknir hópar verða fyrir? Eða er bara samfélagið bara frábært, en það eru alltaf einhverju svona sem að hafa einhverja svona persónulega galla sem að veldur því að þeir séu í fátækt. Þess vegna ef við erum að tala um fátækt, þá erum við að tala um persónulegan vanda tiltekins hóps, en ekki um samfélagslega vandamál, þannig að þetta á eiginlega ekkert erindin í opinbera umræðu. Því að mér fannst að þessi viðbröðum valdamótin voru eiginlega líka glímum það. Þú veist, hvað er fátækt, ég kannast nú alveg við það þegar þú segir það sem sagt að þegar ég fer að skoða þetta og bara þegar ég fer að vinna hjá hjálparstarfi kirkjunnar þarna með innanlandsaðstoð að viðhorfið var það í samfélaginu. Hér er næga vinna að fá. Við búum hér í einu ríkasta samfélagi sem að þekkist meðal þjóða. Hér geta allir unnið sem að nenna að vinna. Þetta var viðhorfið. Og það sem að þetta var svolítið afgreitt. Þeir sem höfðu þetta verra, það var sjálfskaparvíti. Ég tel kannski fyrst og fremst að þá hafi rannsóknir mín afhjúpað að það var ekki rétt og að sem sagt fátækt á Íslandi var og er að stærstum hluta fyrst og fremst vegna brotalama í velferðarkerfinu og ég vil segja það að við höfum velferðarkerfi, við höfum alla leiðir og flokka til að taka á móti fólki og það fái einhverja aðstoð. En það sem að brotalömin fyrst og fremst er að alla tíð hafa menn og konur verið að ákveða upphæðir sem sagt í þessum lífeyrisflokkum algjörlega burt séð frá því hvort að það dugi fólki til lágmarks framfærslu. Brotalömin hún er að stórum hluta að það er verið velferðarkerfið er sem sagt að greiða öryrkjum, öldruðum og bara sjúkum upphæðir sem að duga ekki til framfærslu. Og það er vegna þess að það er engin tenging þarna á milli og það er engin vilji til þess að hafa tengingu þarna á milli. Það er miklu þægilegra
að ákveða, nú hækkum við 5%, en hvað er verið að hækka? Það er verið að hækka svo lágar greiðslur að þær duga ekki. Duga ekki áður og muni ekki duga eftir þess að... Nei, það dugir ekki fyrr heldur en að stjórnvöld horfa á það, sko, í hvaða samfélagi við búum. Við búum í samfélagi þar sem allt er dýrt. Matur er dýr. Það er allt dýrt og það þýðir ekki að vera ákveða greiðslur til fólks sem ekki duga fyrir mat og húsnæði. En af hverju gerir fólk það? Er það vegna þess að þetta fólk á ekki betra skilið eða? Nei, ég held að sé bara að því að fólk hefur ekki horfst í augu við. Og til þessu trúum... Hversu óraunhæf þessi aðferðafræði er. Og við getum alveg líka litið til þess að það er sett á lakirnar. Ég ætla kannski að fara fyrst af því að í þessum rannsóknum mínum að þá sá ég að þetta gekk ekki upp vegna þess að greiðslu bæði örorkubætur, ellilífeyrir og annað, þetta var svo lágt. Það var að því og hinn bógin sem sagt hvað kostaði bara lámas framfærsla. Og þar tók ég tölu frá ráðgjafarstofum fjármálheimilana og sem sagt fór sem sagt að útfæra stöðu fólks út frá því hvort að tekjurnar dygðu fyrir þessari lámas framfærslu, sko, sem að er virkilega á mörkum þess að fólk búi við fátækt. Og reyndin var svo að öryrkja og aðra vantaði sko og yfir 30% til þess að hafa fyrir þessu lágmarki. Þannig sem sagt það er í rauninni forsendurnar. Þetta sjáum við það bara ennþá í könnunum að raunveruleikin er sá að þú veist, þetta er það sem þú þarft til þess að geta lifað af en þú ert ekki með peninga fyrir því, þannig að þú sleppir því að kaupa þarna skóna og fötin og þú frestar því að fara til læknis og svo tínur bara af þessu og alveg þóttu sér búin að tína þetta meira og minna að þá er samt áttu valla fyrir mat sko síðustu 6-7 daga mánaðarins. Og það hef ég alveg séð að til dæmis einstæðar konur, það byrja á því að borga húsnæðið. Annars verður það hent út. Sko. Ekki bara til að hafa öryggi fyrir sig og börnin. Og síðan er borða fyrir rest, getum við sagt. Borga rafmagnið. Og þetta er ærin peningu líka. Að halda heimili. En þetta sem sagt er megin sem sagt brotalömin sem veldur fátækt. Og ég ætla að halda áfram vegna þess að það er komið á lakirnar neyslu viðmiði hjá sem sagt félagsmálaráðuneytinu sem nú er félags- og vinnumarkaðsráðuneyti. Það er líklega 2012 og þar er sett fram dæmigert viðmið og þeir byggja á sem sagt rannsókn Hagstofunnar neyslu og heimilshald og þeir taka og setja inn dæmigert viðmið og þá er það sem heitir að það er hvorki of né van, getum við sagt. Það er engin íburður en það er heldur reynt að hafa þannig það sé ekkert sem vantar. Svona þetta venjulegasta líf. Þetta er svona bara mannsæmandi líf getum við kallað það. Já. Hitt er annað mál að það var sett grunnviðmið líka sem einhverju kontoristar settu niður. Það sem er týndur svona burtu allan óþarfa sínum mati. Já, sem að var ekki raunhæft, skiluru. En þá er það svona óþarfi. Sem hefði átt að setja í ruslafötuna strax og aldrei að kynna það. Já.
En ef við bara... Er það ekki ennþá eitthvað þar á þvæli hjá umboðsmanni skuldara og svona ansið þröng Nei, viðmið? umboðsmaður skuldara hefur bara uppfært og er með vissulega lágmark sem er ætlað að eiga duga fólki í að láta sig nægja til að komast úr fjárhags erfiðleikum. En ég tel að þeir hafi sýnt sjálfstæði á síðust árum í því sem sagt að uppfæra það. Ég ætla kannski aðeins að bæta við þetta dæmigerða viðmið sem að varð sem sagt niðurstaðan og það kemur fram strax í upphafi þáverandi félagsmálaráðherra sem sagt segir að þetta sé ekki miða við að sé lágmarks viðmið eða slíkt sem sagt, en hann hafði væntingar til þess að þetta myndi vera hægt að setja ykkur skýr mörk. En þróunin var svo og það átti að uppfæra þetta einu sinni á ári. Og það voru brotalæmir í því. Það var uppfært 2017. Það er uppfært aftur 2019. Og þá er það lækkað 30.000 krónur. Og hvernig má það vera því á sama tíma þá erum við með mælingar frá Hagstofu Evrópusambandsins það að þróun sem sagt bæði húsnæðis og almenn nauðsynja hækkar langsamlega mest á Íslandi. Miða við sem sagt Norðurlanda þjóðirnar. En þetta treystu þau sér til að gera að lækka sem sagt framfærsluna dæmigerða viðmiðsins sem sagt þetta 30.000 og bæði matur var lækkaður mánaðarleg og fatnaður að því að þú nefndir nú áðan sem sagt með að þið þurfti að kaupa föt það var lækkað úr 15.000 krónur niður í 6.000 mánuði fyrir einstakling, já. Og síðan hefur þetta viðmið hangið inni á heimasíðu félagsmálaráðuneytisins óuppfært. Í gömlum krónum. Í gömlum krónum. Matur fyrir einstakling sé 37.000 krónur. Það er náttúrulega notar þetta enginn að því þetta er ónoteft. Ég bara ætla ekkert að Heldur að fólk telji að það sé að lifa að þessari upphæð sem að þannig? Ég myndi alveg eins reikna með því þeir sem ekki þekktu til, þeir sem ekki vissu þó að standa eitthvað staðar að þetta sé ekki uppfært síðan 2019 að þá sé fólk að miða við það. En þetta er eitthvað sem að þarf að taka út og breyta og ég tel líka að stjórnvöld þurfa að koma upp sem sagt hvað kostar framfærsla í íslensku samfélagi og taki svo mið af því til mann sem mann til lífs fyrir sem sagt, við getum sagt bara eldri borgara, öryrkja og alla þá sem að lenda í áföllum. Já, og er á framfærslu ríkisins og ríkið ber ábyrgð á framfærslu þeirra. Já, ég ætla ekki að segja á framfærslu ríkisins, ég heldur það að fólk á sinn rétt. Já, það er bara að ríkið eru við. Já, það er þetta samtryggingi sem við höfum. Já, við erum búin að borga skatt og skyldu. Já, og við göngust við því að bera ábyrgð á framfærslu þessa fólks. Já. En við hins vegar látum þau fá peninga sem að duga enga veginn. Já, það er heila málið. Og ég segi það megin ástæðan er svo að það er ekki og hefur ekki verið tekið mið af því sem sagt hvað kostar að lifa í þessu samfélagi bara sem sagt lágmarks nauðsynjar heldur er verið að ákveða upphæðir örorkubóta ellilífeyris algjörlega út í loftið og þó svo þessi taka ákveðan að vilji ekki að það sjáist hvað það kostar að lifa hérna
líklega vegna þess að þeir myndu átta sig á því að þá kemur bara í ljós að þeir væru að skammta fólki framfærslu sem að dugar ekki. Já, þess að bara vilja þeir ekki sjáist. Sko þeir afneita því að að það sé þörfa á því að tengja þetta saman. Það var sett skýrt fram og útlistað mjög ítarlega í mínu rannsóknum að þetta væri megin orsökin sem sagt að fólk býr við fátækt. Að því vanti pening. Það af því að það eru of lágar og það má líka spyrja sig, hægt að lækka einhvers staðar eins og matinn? Hvað eru margir milliliðir, með virðisaukaskattinn, þú veist á þetta? Það mætti alveg taka það í gegn líka. Það mætti laga húsnæðismarkaðinn. Það er ýmsar aðgerðir aðrar heldur en að hækka bætunar. Já. Sem að væri það gert samhliða. En samt á hverjum degi, inn í deginum er megin ástæðan fyrir fátækt er það skortur á peningum. Þess vegna er oft besta leiðin til skammtíma að laga fátækt er að láta fólk fá pening. En það er mikil tregða til þess. Það er yfirleitt, það kannski leysir ekki vandamálið eins og vandamálið sé annað og þá er oft verið að því að vandamálið sé persónulegt hjá hinu fátæka. Þess vegna þýðir ekkert að láta fá pening því að það leysir ekki vandan. Þetta er svona þrástægið alveg frá Ronald Reagan til Davíðs Oddssonar og lengra. Þetta er bara þetta er þrástef afneitunar. Það er það í rauninni. Þetta er hálfdreipi afneitunar á raunhæfum aðstæðum sem menn er að skapa og ég þetta er úr sér gengin viðhorf að segja það að það sé bara aumingjaskapur og fólki sjálfa að kenna að það get ekki lifað í þessu samfélagi. Það er mjög mikil misskipting. Þetta, við má aðeins halda áfram með þetta er verið svona þröngvað upp á okkur, þessu viðhorfi. Bara töluverðu afli, og að til dæmis að þau sem að þiggja aðstóð, að þau eigina kannski ekki skilið, að fólk sé að svindla á kerfinu. Það er gríðarlegt aflið í að draga niður raunverulega velferðaríkið. Maður var að lesa svona fréttir bara 1980 pluss eitthvað félagslegt húsnæði í Ástralíu sem frumbyggjar byggu og hvernig maður farið með húsnæðið og það var eiginlega svona hugmyndur að það þýddi ekkert að vera að byggja upp félagslegt húsnæði sama í kringum Ronald Reagan og hans kosningabaráttur voru mikið það að svona affordable houses stefnan, hún dygði ekki, þetta endaði allt í allt talum fátækahverfin, að það sé við ættum ekki að vera að byggja yfir hérna fátæku því þá fikk við slömm. Þannig að það er búið að vera rosaleg svona, ég myndi segja áróður gegn allri aðstóð við hérna fátæku. Bara megnaði mínum fullorðinsárum sko. Já. Alls konar skýrslur og think tanks í Bandaríkjunum reyna að sanna það fyrir okkur að þóttu viljir hjálpa hérna fátæka og réttur hjálparhönd, þá bara hefur það ekkert upp á sig. Já, Hannes Holmstedt segir þetta afsakið nefni hann, en hans uppáhald þegar hann kemur inn í svona upplöður að segja þú bjargar ekki fólki með því að gefa því fisk, þú bjargar fólki með að kenna því að veiða, en hann hefur náttúrulega aldrei kent nokkur mann að veiða sko. Nei. En heldur ekki gefið neinum fisk. Nei. Ég held að hann ekki komið neitt frá honum til þess að bæta úr eða bjarga fólki fátækt. Þannig. En ég er að nefna þetta vegna þess að þarna á 10. áratugnum og svo aldamótin að þá náttúrulega kemur skýrslan þín inn í
veröld þar sem búið að vera andróður gegn draumnum sem þú lýstir áðan að við ættum að hafa almannatryggingar svona þannig að enginn myndi líða skort. Það búið að vera áróður gegn þessari hugsjón og þessari hugmynd í allavega 2 áratugi. Já, sko það sko verður alveg að segjast að það er sem að ég átta mig á þegar að ég er komin að því sem sagt að ganga frá þessari rannsókn og svo sem sagt í bók sem 400 blaðsíður með viðtölum við fólk líka að það er náttúrulega þá hópur af fólki sem að hópur af einstaklingum sem að myndu taka þennan pól í hæðina sko og þá er það gert líka að því að það getur ekki viðurkennt að við séum ekki með besta velferðarkerfi í heimi sko ef svo maður segja það er það og það var svo sem sko frá ólíklegustu hliðum sem að gagnrýni kom. Já, ekki bara úr hægrinu heldur líka hjá þeim kannski svona miðjunni eða vinstri sem að ég segi það eins og þú varir að forsma uppbyggingu þeirra á velferðarkerfinu. Já, það er alveg hreint. Ég gef það ekkert hægrinu skiluru frekar. En mér langar aðeins til þess að skjóta inn í líka að ef við hugsaum sko þessi síðustu 20 ár og ég hef hugsað til þess öllu ungmenni og annað sem að eru í erfiðri stöðu í dag og bara í depurð og erfiðum aðstæðum ég oft hugsa til þess hversu mörg af þeim eru börn öryrkja eða annara sem að ég var að rannsaka skilurðu eða sem að voru á þessum tíma vegna þess að skaðinn hann er sko ekki síður en maður hugsar og það er svo ótrúlegt að það skulle ekki hafa verið tekið inn í myndina að hugsa til framtíðar hvaða aðstæður verið að búa börnum. Hvernig skaðar það þau en jafnframt hvernig það skaðar síðan samfélagið? Skaðar samfélagið líka skiluru að þau séu farin að líta á sig sem annars flokks þegar þau koma í grunnskóla að því að þau sjá það strax að þau ekki, þeirra aðstæður eru ekki samanburðar hæfar við það sem að aðri búa við. Það er alveg sama Þetta er ekki þeirra heimur. Þetta er ekki þeirra heimur og þróast sjálfsmynd þeirra hún þróast áfram á þessum forsendum og ég tel mikilvægt við skulum bara segja þeir sem eru ráðamenn núna að þeir horfist í augu við það að hversu stóran hluta samfélagið eða samfélagsgerðin eða afleiðingarnar af sem sagt því sem hefur boðið upp á það er hluti af sorg og erfileikum þeirna ungu. Stór hluti af vanda dagsins er það að ekki var brugðist við eða vandamálum dagsins er stóru hluti af því að það var ekki brugðist við vanda kannski 20 árum. Hefði fólk fagnað rannsóknum þínum og ákveðið að bregðast við það hefði alveg reynd Við getum aldrei reiknað upp á gramm hvernig staðan væri, en við getum ætlað að margir hefðu það betur í dag. Það er alveg reynd og ég ætla bara að nefna dæmi sem sagt árið 2000 til dæmis barnabæturnar og barnafólkið vegna þess að í ljósi þessara framfærslu viðmiða sem að ég byggði á sem að var í rauninni sem að ég sótti til ráðgjafarstofum fjármál heimilana sem að er í dag hvað?
Ég veit ekki hvað var það. Jú, það er hérna umboðsmaður skuldara. Já. Það er það, þeir hafa haldin áfram með það að ég miða sem sagt framfærslu viðmiði sem ég byggði á sem fátæktamörk á þeim upphæðum, opinberum upphæðum, bætti við húsnæðiskostnað raunhæfum. Tók síðan sem sagt og sagði ef að það yrði færð upp sem sagt bara viðmiðunarmörk fyrir skerðingamörk barnabóta, ef það yrði fært upp í raunhæfar tölur, hversu margir myndu þá fá óskerta barnabætur og hversu margir fengu óskerta barnabætur þarna árið 2000. Og þetta fengum við Þjóðhagsstofnun til þess að gera útreikningar á þessu módeli sem ég setti niður. Og það kom í ljós að það voru 11,4% einstæðra foreldra sem að fengu óskerta barnabætur. Það hefði hækkað upp í 56,7%. Það voru 3,3% hjóna og sambúðarfólks sem fengu óskerta barnabætur. Það hefði hækkað upp í 23,3%. Þetta er skerðingin hann að svo lág að það er byrjað að skerða sko, hvað er komin upp í bara upp í fátækamörk. Það er furðulega hvað er byrjað að skerðast fljótt. Þetta er bara að því að bara að taka þetta inn í umræðina vegna þess að þetta er svona sláandi dæmi staðreyndir sem sagt hvað mátti betur fara. En hérna aðeins áður en við förum kannski yfir í viðbröðin að þá er það fátækt að því að það kom líka deilur það hvað er fátækt sko. Þegar þú ert að skoða fátækt hérna hvað er það raunverulega því að við annað fyrirbrigði er kannski við kalla það basl að þú ert á lágum launum og með háan húsnæðiskostnað og hérna svo getur lent í ykkur svona tímabundu vanda og það er hérna fólk sem er í námi er oft blankt án þess að kannski sé þetta að segja að það sé fátækt. Þess að ég meina bara að heyra svona hvernig svona þetta litur og veri í þínum huga ef ég myndi spegja hvaða hópar eru það sem eru fátækir. Er það þegar þú sérð ekki vonina að hérna, þetta geti batnað? Sko, fátækt er skilgreind bæði hérna út frá afstæðri skilgreiningu þá út frá tekjum miðgildi tekna en algildu hérna skilgreining á fátækt er það að fólk hafi til hnífs og skeiðar að fólk það getur verið að ég hafi ekki á mínum launum, þá hef ég ekki til hnífs og skeiðar en ef ég bara skúr á kvöldin eins og þú gerðir að þá hef ég til hnífs og skeiðar. Já. En það er sko þar kemur inn sjálfsbjarga viðleitnin en þá er ég að fórna sko hérna félagslegum tíma ég er að fórna svefninu mínum ég er að fórna samskiptum með barninu mínu það er ákveðin hérna örlög hinna fátæku að þau verða að fórna ykkur það er það sko ef fátækt út frá algildri skilgreiningu er það ef að fólk hefur ekki fyrir sem sagt lágmars við getum sagt framfærslu þar hérna hef ég sett mörkin sem sagt það er langt undir því að vera mannsæmandi skilurðu En ef þú ert á vinnumarkaði er það þá að þú verður að eiga fyrir framfærslu á laununum sem þú aflaðir á dagvinnutíma Já, það myndi ég alveg hiklaust segja en þá erum við komið með sko þá erum við að fara að slá upp í nýjustu könnunum til dæmis hérna Eflingu? Já. Þá erum við farið að segja bara það er bara fjórðungur eða þriðjungur af fólki sem er þú veist í bara sárri fátækt og upp í það að vera bara í bölvuðu basli við að hafa í svo Ég bara tek hiklaust undir það og það sem er sorglegt það er það að það hafi ekki breyst meira síðan á 8. áratugnum þó svo að það hafi verið stigin stór skref og þá fyrst og fremst eftir að Sólveig Anna tók við hjá Eflingu
að það hefur líka þurft afgerandi kraft til þess, en það sorglegt að þetta skuli vera staða, við getum sagt fólks sem að vinna við umönnunarstörf í dag, að stærstum hluta konur, en að sjálfsögðu það líka fleiri. Það var verið að núna í síðustu samningum að þá var áherslan lögð á að lyfta ræstingafólki sérstaklega. Já, já. Sem líka svona kannast þetta sem að kjör þeirra hafði hrörnað mikið. Já. Ég býst við að þegar þú ert að skúra þá gastu tekið það sem heitir stykki og það var ágætis aukavinna. En það löngu búið að ekki það með ISS og dögum og öllum þessum fyrirtækjum sem hafa raunverulega tekið upp þessa aukavinnu, safnanir saman, leikt fólk í þetta og tekið svo kött af lögmanura. Já, það var, sko, ég get alveg sagt þér aðferðina sem ég hafði við að fá stykki. Já. Ég hringdi í skólaskrifstofu Reykjavíkur og talaði það við aðila sem að sá sem sagt að útdeila skúringar og þrif, og ég bar mig náttúrulega illa og sagðist þurfa endilega að komast í skúringar til að hafa fyrir hafa fyrir mat fyrir barnið. Og hann sagði við mig, hann tók mig vel, og hann sagði við mig, talaði við mig aftur eftir 2 vikur. Ég mætti á staðinn eftir viku og sagði hann það að ég hefði talað við hann og hann hefði sagt mér að hafa samband eftir 2 vikur. Ég sagði við hann, ég bara þarf svo mikið á þess að halda að ég komin. Og ég fekk útluta 2 stykkjum. Það var 2-föld skúring, sko. Þetta var svona, má segja, úr mínu safni. Já. Svona virkar líka Íslandsstundum að þú þarft að þú þetta eiginlega tróðast til þess að maður þarf sko virkilega og ég segi þetta stundum við fólk bara hringdu strax í frendaðinn, ekki vera á biðstofunni af því að biðstofan á Íslandi bara virkar ekki. Já, en eitt hef ég lært, það borgar sér betur að fara á staðinn, skiluru, og standa frammi fyrir sem sagt viðmælandanum heldur en að hringja því að það er svo auðvelt að vísa þér frá í gegnum síma. Já. Herðu, ok, við erum komin að þetta á 10. áratuginn þar sem að þú ert að í félagsfræðinni starfar hjá Hjálpardómskirkjunnar, fer síðan vilt rannsaka þetta nánar og svo birturu niðurstöðunar og þá verður svona fjandilaus eiginlega. Þú verður fyrir það er ekki, þessu er ekki tekið fagnandi, getum sagt það. Nei, það er... Hvernig voru viðbröðin? Eins og ég upplifði þetta, eins og ég manni þetta þá gekk bara maður undir mannshönd að reyna bara að hæðast að þér, grafa undan trúverðuleikaðinum með hvaða ráðum sem hægt væri, andmælaðir. Þetta er svona eins og þarna er sagt þarna, fyrst er reynt að þakka þig og svo ertu hættur og allt þetta. Já, sko, við getum bara byrjað á Davíð Oddsssyni sem sagt á fundi með sjálfstæðismönnum. Hann afneitar því sem sagt tekur það upp, sko, og það er fátækt sé sem sagt í staðar. Og afneitar því Þú hefur búið hennar til. Afneitar því algerlega og hann efast að ég sé til. Já, en það varstu að fátæktin sér til og meiri sér að þú sér til. Sko, hann algjörlega fátæktin var ekki til. Nei. Og hann segir sko, já, er þessi Harpa Njáls til? Og ég í rauninni sko Stöð 2 leitaði að mér og það kom hlaupandi láfið á eftir mér sem sagt það sem ég var með dóttur minni til þess að fá mig til þess að koma í útsendingu í fréttum til þess að sanna það ég væri til sko. Og það var sagt sem sagt að þetta væri ekki sko aðferðafræði sko, það var reynt að gera lítið úr því að þetta væri ekki sem sagt við getum sagt klár tölfræði ef ég hefði komið og sagt sko niðurstöður sína það að þetta er
25% sko, ég hafi fengið þá út úr reiknivélinni en ég var með í rauninni sem sagt það var aðferðafræðin líka, það var að vinna með tölur og annað en það átti að afneita sem sagt staðreyndunum sem komu fram í viðtölunum. Þetta bara reglulega gert, að það bara fundin einhver að já, þetta nú ekki vel unnið eða ég mani þess að þetta viðbröðunum við Eimreiðar Elítan bókinni hans Þorvaldar Lógasonar spillingasaga þá voru fyrstu viðbröðin sko að þetta var ekki vel unnið og það er reynt að finna einhver til þess að grafa undan trúverðuleika vegna þess að sendiboðinu skotin og látið í að því að það sé eitthvað að honum vegna þess að fólk bara vill ekki fá sagt, efnið til umræðu. Ekki þessar slæmu fréttir. Nei, ekki þessar slæmu fréttir. Og þetta sem sagt, þetta var, og ég fann það alveg sko á ákveðnum hópum, skiluru, ég fann það alveg þegar ég mætti fólki. Sem sagt, svona, hvað klukkan sló. Það var ekki bara, getum við sagt að það hafi verið Davíð og hans lið, getum við sagt. Það kom líka bara frá borginni. Frá sem sagt velferðar. Erlistin var búin að vera við völd, sko. Og ég sem sagt gagnrýndi það að þarna hafði sem sagt framfærslu viðmiðið hjá þeim það hafði ekki hækkað frá 95 sem sagt og annað hitt sem sérstakt að því að við undirrituðum eða samþyktum barnasáttmálan að það sem gert 1995 að þá sem sagt framlag vegna barna það tekið út úr fjárhagsaðstoðinni það bara ákveðið að miða við bara fullorðna hausa og svo bara sagt já, barnabæturnar þær eiga duga fyrir framfærslu fyrir börn og þú getur nú séð það í hendi þér með það sem ég sagði áðan með barnabæturnar sem að óskertar fyrir 3,3% hjóna og 11% rúmlega fyrir einstæða foreldra hvað það dugði og annað hitt að það voru settar bara stífa reglur ef að fólk var með sem sagt yfir þessu mörkum að tekjumörkum að þá fékk það ekki aðstóð það var að miða við bara krónurnar, það var áður fyrr, þá var tekið mið af aðstæðum þínum og jafnvel sem sagt að þá eins og gerist að fólk lendir í veikindum tímabundið og annað en þá var miða við bara í rauninni tölurnar hvort að þú sem sagt varst með tekjur yfir þessu viðmiði þá fékkstu ekki aðstóð og fólki var bæði bent á að fara til hjálparstarfskirkjunnar og líka hitt að félagsþjónustan sendi beiðni til þess að aðstoða þessa einstaklinga alla þessa vitneskju hafði ég og var með gögn en þetta var líka þáttur sem að ég taldi mikilvægt að draga fram það var gripið til þessi ráðs að formaður velferðar það var blásið til blaðamannafundar til þess að rífa niður mína rannsókn Og hvað, til þess að halda því fram að fólk hefði það bara víst gott? Já, til þess að það væri ekki rétt að það væri verið að vísa fólki frá og annað sem sagt það var mjög sérstakt annars á aðili var var skal ég segja þér dómari í sem sagt mastersverkefninu mínu sem að
sem að hélt fundin fyrir hönd velferðar nefndar. Þannig, ég að segja það var ekki bara sjálfstæðismenn. En enda kannski það sem að ég verið að vísa til svona þessi hugmyndabarátta sem var þannig að hafði náttúrulega áhrif á miklu fleira heldur en hægrið og hérna eins og tala Erlistan að hann kemur hann inn og gerir stórátak í leikskólamálum en eftir það hann svo sem að stýra borginni bara í óskup í takt við tíðarandan sko. Já. Það dregur úr uppbyggingu félagslegs húsnæðis og það koma með þessa hugmyndir að það eigi að vera eitthvað annað system sem að réttir fólk eins og með félagslega húsnæðið. Einu sinni var hugmyndið svo að ef þú ert fátæk og í erfiðleikum að þá farðu húsnæði á lágum kjörum sem að bætir lífskjörðin en síðan kemur hugmyndir það, nei, það er ósanngjarnt, við skulum bara leigja þér á markaðsverði og svo farðu bara húsnæðisbætur í staðinn sem að hjálpa þér til þess að borga þetta. Þannig að það er á þessu tíma svona hugmyndir einhvern veginn hvernig eigi að mæta og hvernig eigi að aðstoða fólk. Það er að breytast. Já, það má sko það eru heilmikla breytingar sem sagt, og sem eins og ég segi bara sem sagt gagnvart því að endurmeta tekjutengt og endur skilgreint í rauninni, það er verið að endur skilgreina í rauninni hvernig á að veita aðstoð til dæmis hjá borginni og þetta er svo aftur módel sem að fjöldi sveitarfélaga hafa tekið upp og það er að taka börn út úr sem sagt viðmiðinu og þetta tel ég en vera sem sagt brotalögn gerir það og það var sendið bara að nefna það sem sagt að það var sendt til Sameinuðu þjóðanna eftirlitsnefndar. Það var bara 2002 sem sagt og þá einmitt var fengið meðal annars staðreyndir upp úr rannsókninni minni og þeir sendu athugasemd tilbaka hvenær sem sagt Íslenska ríkið þyrfti og hvenær það ætlaði að samræma sem sagt og bæta aðstoð en og mér finnst það líka í ljósi þess að barnasáttmálinn hann kemur þarna fram og við undirrituðum hann þó að við löggildum hann ekki fyrir heldinu 2013 en það hlýtur það að vera markmið og eiga að vera að huga að stöðu og aðstæðum barna og reyna að bæta það sem að úr því sem að augljóst er að þarf að laga. Þegar þú lendir í þessu svona, við getum kallað þetta storm, eða ekki? Jú, við getum alveg kallað þetta storm. Eitt heldur að skipti máli í viðbröðunum að þú sett kona. Það sé auðveldar að svona nota svona þessar harpa eitthvað, þessa svona sem að var verið að reyna að grafa út af trúveruleikunum, að það sé auðveldara vegna þess að þú ert kona og með veikari stöðu en helvítis kallanir. Sko, ég held að það geti alveg verið að það hef verið að því að vera kona og við getum líka tekið inn í aldur. Sko, ég sem sagt er kona sem satt á 60 aldri þegar þessi rannsókn kemur fram og ég held að þó það hafi ekki verið kannski megin stefið en þá held ég að það hafi alveg geta haft sín áhrif svo annað hitt líka sem ég ætla að nefna og það er það að það var ákveðin tilhneiging hjá einstakling að gera þetta svolítið að verkefni borgarfræðiseturs. Sko, Ingibjörg Sólrún í Borgarnesræðu sinni 17. apríl þá tekur hún það upp sem sagt að nefnir fátæktina og að borgarfræðasetur, hún segir sem sagt að það sé nýkomin út skýrsla
sem Harpa Njáls hafi unnið í rauninni fyrir borgarfræðisetur eða á vettvangi borgarfræðiseturs. Já, fyrir borgarfræðisetur. Og sko þetta tenging hennar við borgarfræðisetur var mjög sterk. Hún sem sagt sem borgarstjóri og Páll Skúlason þau setja borgarfræðisetur á laggirnar. En ég kem ekki þarna inn fyrir heldur en að ég búin sem sagt að ljúka þessari rannsókn. Og það kannski það sem ég nefndi í upphafi sem að ég vann heima hjá mér. Lagði drauginn að sem sagt, skilurðu, rannsókna áætlun, fjármagnaði og þó svo borgarfræðisetur hafi síðan sem sagt gefið út bókina aðili með með háskólaútgáfunni þá borgaði innkoman fyrir bókina kostnaðinn við útgáfuna ég fekk 46.000 krónur fyrir mitt þannig að og við getum alveg tekið þetta lengra vegna þess að forseti Íslands þáverandi hann hafði fengið upplýsingar eða vitneskju það ég væri að vinna þessa rannsókn óskaði eftir því að fá sem sagt það var haft samband við mig í desember 2002 að hann fengi sem sagt að lesa handritið og það var gert og sem sagt hann fekk það og hann hringdi sjálfur í mig stuttu fyrir jól líklega 21. desember til að þakka mig fyrir bara þessa vinnu þetta framlag og mér þótti vænt það Menda maður sem að stofnaði sko félagsfræði deildina Já, hann vissi nákvæmlega hvað hann var að tala Já. Ég sem sagt gat þess við forstöðumann sem sagt borgarfræðiseturs að ég myndi færa honum bók þegar að kæmi út en forstöðumaðurinn hann hafði orð á því sem sagt hvort þú ættum ekki að færa honum bók og ég sá ekkert átöfavert við það sem sagt en fjölmiðlar voru látnir vita og þetta var svona gert þá að opinberi athöfn og óskaði eftir því sem sagt að það yrði þá fyrir 16. apríl tilgreindi það nema það sem sagt að við fengum þarna að koma 16. apríl og ég tel það afar óheppilegt að það hafi verið gert á þeim tímapunkti vegna þess að Ingibjörg Sólrún var með sína borgarnesræðu 17. Þannig það hefur verið að nota vinnuna þína í ykkur svona pólitískum þetta minna það sko, þetta eru staðreyndir sem að ég satt uppi með skilurðu, vegna þess að ég átti enga aðkomu að pólitískri umræðu eða á pólitískum vettvangi út frá þessari rannsókn aldrei og sko ég var beðin eintak af bókinni fyrir Ingibjörgu Sólrúnu og ég sagði eins og ég var ekki með neina bækur til þess að deila en hún sem sagt fekk leyfi fyrir eða talsmaður fyrir hana fyrir bók hjá bara stofnuninni og þegar hún var sótt þá sem sagt ég var skrifstofustjóri líka á borgarfræðisetri að þá spurði hún mig að því hvort að ég vildi ekki skrifa kveðju bókina til Ingibjargar og ég hugsaði mig eitt augnablik og sagði síðan að mér fyndist ekki passandi vegna þess að við höfum aldrei hist til að ræða saman en jafnframt að henni væri velkomið
að hafa samband við mig ef að það væri eitthvað sem að væri í bókinni sem hún vildi átta sig betur á. En það var ekki. En ég er að segja, svona geta aðstæðurnar raðast upp líka. Svo má alveg hafa skoðan á því hvort það var tilviljun eða ekki tilviljun. En þetta eru aðstæðurnar sem komu upp, sem sagt, í mínu umhverfi og ég ekki að þetta hafi kveikt í einhverjum. En þegar þú horfður tilbaka, hvað þú kemur með svona, ég getur sagt svona eldfimmar upplýsingar inn í íslenska samfélagsumræðu. Hvað var það umræðina? Fórum bara út og suður? Tók svona langan tíma kannski að eitthvað kemur út úr þessu, þannig að það er hægt að benda á margt sem í gangi núna, eins og rannsóknir Vörðu og margt fleira sem eru svona bara í takt við það sem þú varst að gera. En það er samt svona og þú hefur nefnt svona atriði eins og þegar framfærslu viðmiðin eru tekin upp 2012. Já. Þú veist, það er að benda á ýmislegt sem hefur gerst sem að mætti segja að sko væru ættu sér fræ í þinni vinnu, en það er svolítið svona langt á milli og þetta gengur svolítið hægt. Já, já. Mætti alveg ganga hraðar. Já. Ég myndi ég myndi segja það að þessi vinna, hún hafi kannski rutt brautina. Hún hafi sem sagt ítt hlassi af stað og síðan sem sagt síðan hefur hlassið þetta ennþá sko. Hlassið þetta já, það er það, já. Og það eiginlega bara meira hlass núna en áður. En það eru líka, við getum líka sagt að það séu sko við skulum bara taka alþingi inn í þetta. Við skulum taka bara það lagabreitingar sem hafa verið gerðar og í farvatninu og allt það. Auðvitað er það og þarf að vera og það þarf að brýna það fyrir sko alþingismönnum hver ábyrgð þeirra er. Vegna þess að þetta grunnurinn verður til á alþingi. Þetta verður ekki til bara í tómarúmi. Sko, að það skulle fara í gegn, við getum bara sagt lög eins og breytingar á almannatryggingum varðandi eldri borgara, að það geti farið í gegnum þingið og meira segja menn í velferðarnefnd standa svo uppi eftir á þegar maður tala við þá og segja þetta var ekki túlkað svona, okkur var ekki sagt þetta væri svona, þetta var öðru vísi sem okkur var sagt. Það sem kannski verið að hrinda þúsundum ofan í fátækt. Skilurðu? Já, en ef að fólk fær ekki réttar upplýsingar og líka ef það hefur ekki þekkingu eða kraft til þess að fara í málið og skoða það eða fá aðila til þess að koma að því, en það er á ábyrgð alþingis. Ég bara vil segja það að meina og við getum bara sagt líka eins og til dæmis núna er fyrir alþingi breytingalögum fyrir sem sagt öryrkja og þeirra aðstæður og þeir hafa ekki einu sinni verið inn í umræðinni nema bara á einhverju svona yfir. Þeir hefum bara kynnt þetta og það er kallað samráð. Já, ég segi það þannig að ég tel það vera alveg gríðarleg mistök að vinna þannig vegna þess að í fyrstu sko ætti að vera markmiðið að hlusta á fólkið sem að hefur verið í þessari baráttu og er að berjast fyrir fólkinu sínu og það veit nákvæmlega hver brotalamirnar eru og taka það með inn í umræðinu. Það er svo þeir sem að skrifa frumvörpin telji það vera bara trublandi að fá upplýsingar og áherslur frá þeim sem best þekkja. Þetta er mjög skrítið. Já. Það er svo álit og mat hinna fátækari hafi bara minna vægi. Já, það náttúrulega sýnir þá líka þessa afneitun. Það er bara afneitun.
En eitt af því að eitt sem að því að svona hægt og bítandi hefur svona umræða fátækt orðið sýnilegri. Það fólk getur komið fram og talað fátækt sína sem var kannski óhugsandi aldamótin. Ég man eftir því þegar ég var á DFF ungu maður, ég ætlaði ekki að vera einhvern tíma seint á 9. áratugnum, að þá kom maður á námi, hafði verið að læra blaðamennsku í Bandaríkjunum og það var eitthvað svona derringur í Jónasi Kristjánssoni, hann hefði ekki komið að ráningunni og var svona, það gat verið svolítið svona, það var með stór horn sem hann var að reka í fólk og hann segir við er komin stífmenntaður maður frá Bandaríkjunum í blaðamennsku og ég get nú eiginlega ekkert sagt honum hvað hann á að gera, hvað vilt þú gera? Og sá segir, ég verið til í að skrifa fátækt á Íslandi. Já. Og Jónas veit sem hversu erfitt það var á þessu tíma, af því að það gat verið að þú gætt skert það í Bandaríkjunum, talað við fátækt fólk. Og hann segir, mér líst mjög vel á það, minnst þú bara einbetur að þessu, en ég vil að þú ræðir við hinna fátæku. Þú ert ekki að koma að hinga með viðtöl við fólk sem til þess að vita á fátækt eða pólitíkus og hverlega. Og svo píndan þennan mann vikum saman, af því hann gat náttúrulega aldrei komið með viðtal við hinna fátæku, af því að þá var ástandið í íslensku samfélagi þannig að það var bara enginn sem að gat stíð fram og talaði með eigin fátækt, því að skömmin var svo gríðarleg. Já. Og það var svo mjög bara að lá bara yfir í samfélaginu ef að þú ert fátæk að þá það þér að kenna og bara ekki vera að flagga því framan í fólk sko. Þannig var ástandið en pressunarlega við með annars konar ástand og það eru margir hópar sem hafa rutt brautina þar sem að fólk hefur stíð fram og skila skömminni sem við getum sagt. Þú veist, ég ekki fátækur af því að það sé hvað mér. Ég varð fyrir fátækt sem félagslegt vandamál í samfélaginu sem að þið byrjuð ábyrgð á. Skila skömminni og það hefur verið. En samt sér maður það að því að við erum að tala um skýrslu og úttekt á fátækt og deilu það býtu, þetta fátækt eða við nota þessa viðmiðun og alls konar, að við horfum kannski á síðustu ríkisstjórnir. Ég held að allar þeirra hafi látið búa til sína skýrslu fátækt og þá upplifum maður það að setja fólk við ríkisstjórnarborðið og það áfæratan fátækt og það bara efast enn að hún sé til og það lagt af stað aftur að reyna að búa til skýrslu til þess að sanna fyrir þessu fólki að fátækt sé til. En svo koma eiginlega engar aðgerður út úr þessu. Næsta ríkisstjórn kemur, fátækt, við erum að gera úttekt á fátæktinni og það hleðs bara upp skýrslur fátækt og þín neðst og ofan á henni komin bunki sem svo hár. Aðgerðirnar, þær eru eiginlega engar. Eiginlega engar. En sko, þetta ekki líka af því að við getum sagt að allar ríkisstjórnir vilja setja sitt mark á. Þú veist, við létum gera þetta. Við létum taka þetta út þó það verði aldrei neitt meir skiluru. En við getum ekki leyft, þetta er svo syndug hugsun, sem að tala bara eins og miðaldaprestur. Ef að þetta truflar því að hjálpa hinum fátæku, að það verði að vera á þínu forsendum og þú fáir kórunu fyrir það, þá náttúrulega myndu aldrei hjálpa neinum sko. Nei. Kannski það er líka mest í sparnaðurinn fyrir ríkið. Það ger aldrei neitt. Og þá líka aðferðin svo að halda hinum fátæku bara í skugganum, þannig að þeir hafi ekki rödd og þau trufli ekki partíið. Það er kannski besta leiðin sem valdsmaðurinn hefur. Því að það er dýrt kannski í upphafi að hjálpa hinum fátæku inn í samfélagið, þó að muni sko bæta það stórkostlega. Bara og sparnaðar á margan hátt. Heilsufarslega á svo margan hátt hvað varðar börnin sem að alast upp í þessum aðstæðum. Og það veit þetta allir sko. Það vita, já. Sko, en samt ekki gert sko. Nei, en ég hef alveg velti fyrir mér að kannski það líka málið sko að þeir sem að eru að vinna úrræðin þeir sem að eru sem sagt að
leggja draugin að nýjum lögum og breyting á lögum og allt þetta. Sko að stærstum hluta eru þetta kontóristarnir sem eru sem sagt í þessum ráðuneytum og stofnunum, jafnvel stofnunum sem að hafa margsinnis brotið á öryrkjum eins og til dæmis Tryggingastofnun ríkisins. Sem að ætti að vera stofnun sem allir öryrkjar myndu horfa til með hlýhug. Já. Því miður staðan svo að þeir upplifa þetta sem brandstæk. Já, og ég ætla bara að nefna það vegna þess að það er ekkert launungamál í samfélaginu. Það hefur náttúrulega þurft að fara með fleiri þætti fyrir dóm sem sagt og annað. Það dugar ekki eins og vinna. Það dugar ekki til þó að dómskerfið viðurkenni ranglætið og allt það að þá er því ekki lít. Og ég held að í rauninni sko ef að það á að setja niður raunhæfa leið til þess að gera breytingar sem þarf að gera að þá þarf bæði að fá hér viðmið sem sagt hvers sem að það heitir neyslu viðmið eða framfærslu viðmið þar sem stjórnvöld fá Hagstofu Íslands til þess að gera þetta viðmið, hafa það undir sinnum hatti og uppfæra það og síðan tekið mið af því hvað sem sagt fólk þarf að hafa til þess að komast af. Og við skulum bara segja svo að fólk lifi mannsæmandi lífi. Þeir sem að verða fyrir heilsuskerðingu og annað á miðjum aldri eða ungum aldri eða fæðast fatlaðir, þeir eiga ekki að þurfa að líða skort í þessu samfélagi. Og ég held þess vegna það sé þetta tvennt sem þarf að gera. Það þarf að breyta líka aðferðafræðinni við sem sagt vinnslu á lagasmíðinni og öðru. Að þeir sem að hafa þekkingu að fátækt komið þar að borði? Að þeir komið þar að borði vegna þess að það er ekki einu sinni að þeir sjáu brotalamirna sem er verið að setja inn og samþykja eins og til dæmis með króna móti krónu. Það var ekki, þeir sáu það ekki sem settu fyrstu skýrsluna fram en þar lá brotalömin en ég segi það er þetta tvennt sem ég til að þurfa að gera. Það er viljinn til þess að horfast í augu við það hvað þetta hvað er dýrt að lifa í þessu samfélagi og líka hitt að fá að borðinu þegar verið að breyta og bæta fólk sem veit hvernig kerfi virkar. Þetta er svolítið eins og kvenfrelsins ráðstefna í Sádi-Arabíu þar sem að sitja bara kallar í sannum ákvarðanir aðgerðir út af fátækt það sem er á borðinu það er einu fátæku sitja það ekki sko. Nei og það er eitt sem við getum ekki komist að réttir niðurstöðu með þessum hætti. Nei, það er útilokað og við höfum sko áratugi sem að sanna það og og það er áhugavert líka að nú það fleiri nefndir sem að hafa verið skipaðar alveg frá sko 2008 getum við sagt núna í þessari lotu til 2016 og svo áfram núna. Hvað heldur þú og alltaf fólk sem að hefur setið sem sagt í sem sagt þessum nefndum hvað heldur þú að sé búið að borga þessu fólki fyrir setun? Það verið fróðlegt að vita það. Og ég get alveg sagt þér það að fyrsta sem ég hugsa þegar ég var búin að lesa frumvarpið til breytinga á lögum vegna eftirlauna aldraðra, ég hugsa með mér, hverjir eru það sem að hafa setið í þessari nefnd í þessa skýrslu? Og ég fletti því upp. Þetta var sko stóran hluta bara 1.000.000 krónur fólkið. Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem er formað leigjendasamtakan, hann er oft bent á þetta að þeir sem eru að móta sko frumvörp húsalegu lög og svona, að þú getur farið yfir allan lista, þú finnur aldrei leigjenda. Nei. En þú finnur nokkra sem eru leigusalar. Já.
sem eru að leigja út frá sér eða eiga hlut í einhverjum húsaleigufélögum, en það er engin leigjandi. Eins og þeir séu bara, eins og þeirra reynsla og þeirra þekking sé bara einskis virði, af því að þeir eru fátækari og af hverju ættum við að hlusta okkur sem er fátækur, því að hann hlýtur að vera mislukkaður. Við höfum að hlusta á þann sem er efnaður eða velsettur, því að hann er velsettur og efnaður vegna þess að hann er klár og snjall. Þetta er þessi inngróna fyrirlitninga á fátæku fólki hefur, hún hefur svo víðtæk áhrif á afstöðu okkar. Sko, þetta er bara þessi skipting. Að þeir sem að telja sig sitja ofar og telja sig betur fallna til þess að ákveða og ráða ráðum sem sagt heldur en hinir. Sko, þetta er bara hroki. Þetta er ekkert annað en hroki. Og ég held að það væri mjög fróðlegt sem sagt að taka það saman eins og ég segi, hversu mikið ríkið er búið að borga fólki sem situr í þessu nefndum sem ekki einu sinni viðurkenni síðan það er tilfelli sem viðurkenni ekki einu sinni þeir hafi setið þar því að skamma sín fyrir það þegar raunveruleikin kemur í ljós sem sagt. Og síðan er líka hvernig þetta er matreitt á Alþingi, hvernig hlutirnir eru síðan matreittir fyrir þeim sem að eiga þá í þrengri hópi að fara yfir málin og taka ákvarðanir. Eins og kom fram við mínum viðmælendur að þetta var ekki kynnt svona. Þetta var allt öðru vísi. Oft er þetta kynnt þannig eiginlega sem einn sönnun að við þurfum ekki að gera, eða við höfum gert nóg, að það sem við erum að gera er að skila árangri. Stjórn snúi svo oft þannig, sko. Já, eða þá að sem sagt það er bent á eitthvað sem að talið er vera til hagsbóta, en það er ekki hort á skerðingarnar eða brotalamirnar í sem sagt málinu. Og ég ætla að nefna eitt dæmi og það er frá mér sjálfri. Sko, Lífeyrissjóður verslunarmanna greiddi í árslok 2021 þá greiddu þeir ekstra greiðslu í desember vegna þess að reksturinn hafi gengið svo vel að þeir vildu umbuna sem sagt sjóðsfélögum og ég fekk einhver 80-90.000 krónur. Það satt ekki. Þegar upp á staðið þá hélt ég 5.000 krónum af því sem sagt ég hendi. Ég er með skerðingu upp á 56,9%. Það voru 5.000 krónur sem ég hélt. Annað sem sagt hirti ríkið í endurgreiðslu á eftirlaunum, ellilífeyri og sem sagt skatturinn. Og ég hef oft spurt mig að því hvað ætla að sé há summa, há uppæð sem ríkið hefur fengið þarna á silfurfati frá sem sagt Lífeyrissjóði verslunarmanna. Og sem sagt meðlimum hans á einu bretti. Það eru öfnilega milljarðar sem hafa dottið þarna brinn. Já. Þetta er í hnotskurn breytingin á lögum sem sagt almannatryggingar sem hvað varðar eftirlaun sem sagt og allir. Þegar þessar tekjutengingar koma inn og þá verður eðlisbreyting á kerfinu. Áður var það að hugsa að ég meina ef að þú ert með börn þá styðjum við það, ef þú ert gömul þá styðjum við það, ef þú ert öryggi þá styðjum við það, en síðan koma tekjutengingar inn í það, nei við getum ekki verið að styðja alla og við erum að tekjutengingu á því og þannig að þá verða raunverulega bótakerfin að svona hálfuleiti fátækrastyrkir. Við megum ekki láta neitt fá nema sem að er eiginlega bara í örbygð að byrjaði að skerða barnabætunar raunverulega ótrúlega lágt, þannig að það verður svona eðlisbreyting, þetta þannig það verður svona eðlisbreyting á kerfinu. Og þú síðan festust inn í þessu, þannig að ef að
ef að þú erfir sumarbústað þá nær ríkið af þér andvirði hans ef að VFR stendur lífeyrissjóður verslunarmanna stendur sér betur og sendir tékka þá nær ríkið því og þá upplifir fólk að það sé bara eiginlega loka það inni, það er eiginlega alveg sama hvað það gerir að þú ferð að vinna þá nær ríkið því þannig að þetta sé eðlisbreytingin. Sko í rauninni sem sagt að það eru þessar skerðingar og þá getum við líka litið til sem sagt frítekjumarka vegna þess að frítekjumörk sem sagt hvað varðar bæði örorkubætur og sem að náðið yfir ellilífeyri líka að höfðu ekki breyst frá því 2008 þá er ákveðið sem sagt að þú hafðir 109.600 ef þú varst í vinnu 27.400 voru frítekjumörk semst á mánuði ef að þú varst með frá lífeyrissjóði og 8-9.000 sem sagt fyrir ef þú varst með vexti og verðbætur hafðir það. Hvað gerðist svo 2016 þegar lögin voru sett í gegn? Kerfið var einfaldað, frítekjumörkin voru tekin út og þeir settu síðan inn 25.000 krónur. Frítekjumörk á sem sagt ellilífeyrir, þau lækkuðu á þessa mánaðargreiðslur sem sagt vegna þess að þarna er slegið saman frítekjumörkum fyrir vexti og verðbætur og lífeyrissjóð að þá lækkuðu úr næri 36.000 krónum á mánuði niður í 25 og þegar er verið að tala að frítekjumörkin hafi ekki hækkað síðan 2016 þá er það ekki rétt. Þau hafa ekki hækkað síðan 2008 og við getum líka, þetta líka bara verkfæri ríkisins til þess að skerða, til þess að fólk fá ekki á mikið og þegar að búið sem sagt er að nota þetta verkfæri síðan 2008 það hefur ekki hækkað það hefur lækkaði að það getur líka séð það í hendi þér ef þú hugsaður hvað sem sagt lífurinn sjálfur hefur hækkað þetta hefur ekki haldist í hendur við þetta er alltaf verða líka út frá því að skerðingarnar verða harðari og ríkið nær til sín öllum ávinning sem að fólk hefur af ýmsum, hvað sem það er öll lukka endar hjá ríkinu. Ég held að núna stendur bara ríkið og alþingi frammi fyrir því hvort er ætla að gera eitthvað í málinu eða ekki því ég held að fólk er komið á þolmörkum og það mun ekki umbera þetta lengur. Herðu, þegar við byrjaði að tala saman að þá sagðist þú hafa verið rík fullorðinn þegar þú fórst í félagsfræði. Já. Það eru 30 ár síðan, þannig ég veit ekki hvað þú ert eiginlega í dag. Þú fórst rík fullorðinn fyrir 30 árum. Já, ég er harð fullorðinn núna. Já. Það kom líka fram að 78 kemur í bæinn. Já. Einstamóðir. Já, ekki einstað þá. Ekki einstað þá, Marselna. Já. Ef við ekki bara fara enn lengra, ég spyr eiginlega alla sem að koma að hinga svona hvernig þau muna fyrst eftir sér. Já. Eitthvað svona bensku minning. Já, ég veist ég hafi verið bara mjög ung, sko. Sitjandi á koppnum á Raulandi. Syngjandi. Og hvar var þessi koppur? Koppurinn var staðsettur á Suðureyri við Súgandafjörð. Ég fætt þar. Og ólst þar upp. Já. Og er þitt fólk þaðan? Móðir mín, hún sem sagt var súfriðingur í húð og hár, getum við sagt. Ásdís Friðbjörnsdóttir hét hún. Faðir minn, hann kom innan úr Álftafirði frá Súðavík. Þannig ég hef vestfirðingur í húð og hár. Já. Ég var í fiski á báðum stöðum, bæði Súganda og Súðavík. Já, einmitt. Kunni vel við mig. Já.
Mér finnst alltaf gaman að vera fyrir vestan, það sem að var öðruvísi að vera í fiski og svona á vertíðum fyrir vestan. Að aðkomu fólki var svona aðeins meiri hluti af samfélaginu þar. Það var svona, á meðan annars þar var þetta stundur svona verbúðina voru svona alveg aðgreindar og þannig að mér finnst alltaf gaman að vinna fyrir vestan. Já, ég segi það. Og það var alveg gífurlega mikið af aðkomu fólki. Alveg gífurlega. Og alls þar þannig að voru Ástralarnir og Nýsjálendingarnir byrjaði að koma og erlend vinna að bli fiski var löngu komið og Færeyingarnir Færeyingarnir þar áður og sko það var það og þetta var bara með aldamóti 1900 að þá sem sagt flest fólk við tengjum það velvæðingu smábátana að þá flest sko töluvert af aðkomu fólki og líka þeir sem að byggu í sveitinni í firðinum þeir stofna þarna þorp á eyrinni og allt breytist svo að kannski áður voru byggðirnar aðeins utar af því að það þurfti að róa miðin og með velvæðingunni að þá verður meira var þar sem að hægt að byggja upp höfn eða eitthvað og þannig að þetta mikla breytingar sem eru þarna fyrir svona rúmu 100 árum. Mikla breytingar og það svo stutt á miðin. Við skulum líka gáða því sko frá því að vera búandinn á Ísafirði eða Hnífsdal eða annað að þú þarft að sigla út allt djúpið sem sagt til þess að komast í fyrsta lagi til þess að komast á miðin. En þarna var svo stutt á miðin og þess vegna verður þetta tiltakanlega svona aðgengilegt og vinsælt að gera út sko þarna skapast útgerð og þannig að það var Hvernig þorpar svoandi? Var þetta bara slór og lífsbarða? Eða Þetta var náttúrulega lífsbarátta þú veist, þetta var það og þetta var flest var svona markað af sjósókn og fiskvinnslu það var það ég myndi líka segja að það hafi verið sjálfsagt langt aftur það var samt svona menningarandi fólk æfði leikrit og fór á milli fjarða með leikrit sem sagt og sýndi og þannig sem sagt ýmislegt sem var gert líka þannig að það var fólk var með til dæmis faðir minn hann hafði verið á Hvanneyri og ætlaði sér að verða bóndi En? Þau byrjuðu að búa sem sagt inn í botni Álftafjarðar þá sem sagt var 1939 þá var ekki vegir einu sinni þá þurfti að fara á vélbátum inn og eftir svona reynslu tíma að þá gat móðir mín ekki hugsa sér að búa þarna og sjá fram á það að hún þurfti að senda börnin sín frá sér sem sagt í skóla þú veist til vandalausra eða þannig sem sagt en þannig að þau flytja til Súgandafjarðar Það var oft, ég var á Súðavík svona einhvern tímann fyrir 1980 þá var oft sko ófært inn í firðina og bændurinn voru að hella niður mjólk eftir að veginni komu þannig að maður getur ímyndað sér einangrunina sem var þarna áður veginni komu Já, það var það sko en sko ég ólst upp við það að faðir minn hann var með kindur alla tíð, ég sé alltaf hann flutti hluta bústofninu með sér og var með kindur sem sagt og synti þeim þá með fullri vinnu og það var farið inn á Bostal og legið þar í tjaldi eða verið í skála kvenfélagsins sem sagt við það að afla, við það að heyja fyrir kindurnar það var slátrað og allt þetta þannig að svona ég fekk líka þann þáttinn sem sagt og þetta var ekkert einstæmi þarna því að það voru
fleiri einstaklingar sem voru með kindur og syntu því. Og þannig hafði kannski búsetta verið að við vorum með kindur og kannski belju og svo verður að sækja sjóinn og já, það er bara þetta var það var það. En faðirinn við hvað vann hann? Já, var hann á sjó eða? Hann var við beitningu mikið. Hann var í vegavinnu, hann vann við það í akkorði að skrafa skurði fyrir nýjar vasslagnir eða skálplagnir eða eitthvað svoleiðis sko með fleiri mönnum sem sagt þannig að búa til byggja brjótin sem sagt sem var þá svona fyrir strandferðaskipin. Sem að togarinn lagði upp að setna með. Já, sem að togarinn lagði upp að þeirra þú varst all sjálfsagt. Já, þannig að þetta var svona, já. Og þá fraktararnir komu þangað inn líka. Já. Að sækja fisk. Já, og líka bara strandferðaskipin sem að þá voru 10 daga búið að leggja þau af. Já, það er það. Og nú kemur þetta allt í gennum með vegunum. Já. Og móðir þín, hvað starfaði hún? Sko, hún náttúrulega hafði nóg að gera sem sagt með 5 börn. Já. Þegar við vorum 5. Það var allt saumað og prjónað sem sagt heima. Já. Móður amma mín, hún var sem sagt á heimilinu líka. Þannig að ég kynntist því líka. Og mamma hún fór og vann í frystihúsinu svona aðeins á tíma. Svo fór hún líka til Reykjavíkur og fór til kjólameistara og lærði þar að teikna upp grunnsnið sem sagt og tók að sér að saumaskap. Síðan sem sagt og var mjög flink sem sagt á margan hátt. En síðan sem sagt svona misti hún heilsuna. Já. Og það svona, faðir minn hann lést rúmlega 50. Þá var hún 42 ára. Og svona hún misti heilsuna og þar kynntist ég líka aðstæðum, við getum sagt, þeirra sem veikjast. Hvað varst þú gömul þegar faðirinn dó? Ég var 15 ára. Já. Og hvað ert þú í systkinahópnum? Ég er í miðjunni. Ég er miðbarn. Og missi mamma þín heilsuna upp úr því? Það er svona, já, en hún hafði orðið fyrir veikindum miklu fyrr, snert á Akureyrarveikinni sem kallum var. Og það sem var hvað, svona eitthvað svona hermannaveiki? Nei, það var svona ákveðin löminaveiki eða þú veist að lagðist á fólk og hún sem sagt veikist síðan og þarf að fara í skurðaðgerð. Og hún sem sagt náði aldrei heilsu eftir það. Ekki þarna sem sagt og hún sem sagt fer á örorkustyrk. Hún sem sagt er óvinnufær. Og það er kannski eitt dæmið sem sagt einstakling sem veikist. Hún var á örorkustyrk í 15 ár. Þegar ég komst til vits þá hringdi ég og spurði þegar maður átti að segja því það var eitthvað til sem héti sko örorkubætur en ekki örorkustyrkur. Hvað fólk þyrfti að gera til þess að athuga það og þá var mér sagt að það þyrfti að láta reyna á það hvort að hún næði heilsu og ég spurði nú að því hvort að 15 ár dygðu ekki til. Þannig að það var úr sem sagt en það var ekki fyrir heldur en hún er líklega 65 ára gömul sko. Stutt í eftirlaunin? Já, stutt í eftirlaunin sem sagt þannig að en hún sko hafði hún var mjög flink sem sagt í höndunum. Hún kemur síðan og er hérna hjá mér sem sagt alveg 10. áratuginn á veturnar. Og ferð þá meðal annars í Gerðuberg
Ég fór með henni þangað og gangu færi frá mér. Og þar blómstraði hún því að þar sem sagt málaði hún á tau og gler og hérna og skar út og hvaðina sem sagt. Hún var alla tíð mjög skapandi. Ásælega meðvituð og dugleg. Þá hefur hún náttúrulega verið rígfullorðin því að á þessum tíma varst þú harðfullorðin. Já. En ólst upp í fátækt? Nei, ég myndi ekki segja það. Nei. Og hver er mælikvarðin? Að það var alltaf til matur? Það var alltaf til matur, já. Og þú varst ekki alltaf vot? Þú fékkst... Já, það var alltaf... Hvernig byrjar að vinna? Ég, 7 ára. Já, ekki? Jú. Það var að því að ég var stór eftir aldri. Já. Og hérna... Og hvað er það var leitað til mín sem... Hvað er það að gera við 7 ára? Það var leitað til mömmu hvort að ég gæti sem sagt litið til með barni sem að hefur kannski verið 3 ára eða eitthvað. Svona part og degi og ég gerði það. Síðan fór ég í vist þegar ég var 9 ára. Við að passa. Og hvað er að vera í vist? Það var móðurinn sem sagt fór út á heimilinu til þess að vinna. Og gat unnið í 8 tíma, 10 tíma? Nei, þetta var nú bara kannski 5 tímar eða eitthvað sem það var, sko, það var nú skrifstofu. Og þú 9 ára sem að sást á heimilið og börnum? Nei, ég passaði bara þetta barn. Já, það var bara... Og það hefur kannski verið svona, ég var stór og svona viljugur krakki, traust. Þannig að mér var trúað þá fyrir því að vera með barn. En fórst ekki að vinna í fiski? Jú, en ég fór fyrst sumar, skal ég segja þér, í sveit. Átt að passa börn og vasku upp, sko. Og var fljótlega farin að raka og taka þátt í heiskap og öðru enda vön. Og fekk laun fyrir það. Og fyrst ekki laun þú varst í vist? Jú, ég fekk eitthvað, það var eitthvað svona, þetta var svona meira því að þetta var þarna fyrir þá eitthvað lengri tíma. Já, þannig ég gat keypt mér bæði dívan og veggteppi til að sauma út og gítar. Gítar? Gítar, já. Þannig að það var svona, já, þá getur þú séð hvað hérna, hver launin voru. Já, þannig að síðan fer ég í fisk, 12 ára. Já. Þarna er togurinn komið þarna eða? Nei. Nei, þannig þarna eru svona vertíðabátar? Já. Og aflinn kemur í svona... Það er rosa mikið að gera á vertíðinni en svo minna þess að milli eða hvað? Það var sko mikið meira á veturnar. Á sumrin sko í mínu minni þá var almennt ekki unnið mikið lengur heldur en til 5 í fiskinum. En það breyttist þegar togurinn kemur? Já, það gerði það. Já. Þá kemur þetta jafnara? Já. En þetta er, já... Það verður öðru vísi. Hérna, þú varst upp í þorpi. Já. Og stundum er talað að það sé svona, það er svona öðruvísi samfélag. Það vissu allir hver Harpa er. Já. Og sá sem er í þorpinu að því ekki að vera með einhver látalæti, það vita allir hver þú ert. Sumuleyti er það gott, sumuleyti er það svona þröngt, sko. Sumir upplifa að þorpið þrengi að sér og vilja komast í burtu og hvað þeir eru horfið til þorpsins sem að Já, ég sko Var þorpið gott við þig? Það er alveg eins og með sólina sko hún hvarf 10. október og kom aftur 22. febrúar eða eitthvað maður saknar ekki það sem maður þekkir ekki. Þannig þegar þú hefur bara alist upp í þorpi þá er það ekkert að trufla þig neitt mikið, þú veist að þó svo þessi upplifun, það var upplifun fyrir mig að koma til Reykjavík 9 ára og sjá allt og kynnast mínu fólki. En var þorpi gott við mig? Sko ég
var ekki í þeirri stöðu að þorpið væri vont við mig þegar ég alast upp. Ég get alveg séð það að sko þorpið, það var lagskipt. Það voru þeir sem töldu sig betri borgara. Það voru hinu sem að voru að vinna og höfðu fyrir sig og sína. Og svo voru það þeir sem voru verðsettir. Sem að hérna, og ég held að það sé þessi þörf til þess að finna til sín. Það var nauðsynlegt að hafa ykkur sem hægt er að líta niður á. Og það sást í þessu litla þorpi. Það var það. Og það var sko lagskipt bara fysiskt, því að í efstu götunni voru þeir sem höfðu það best. Byggðu sér stóra einbýlishús. Er það ekki? Það er bara... Ég myndi nú ekki tengja það við það. Nei, ég myndi ekki tengja það þannig. Sko það kemur til að það kemur til bara seinna, þú veist, að það er farið að byggja Hjallaveginn, skilurðu, og það er upp úr. Ég myndi ekki tengja það við það. En þú veist, sem krakki og ég átti mjög góða vinkonu. Við byggum í sama húsi þangað til ég var 9 ára og gerðum ýmislegt og vorum mjög samtaka. En sko, við vorum alveg meðvitaðar þetta sem krakkar, einhvern veginn. Þá verið komin á mann sko þessi gleraugu. Að hún var þá í... Já, hún var vel sett líka, eða hún var alveg sambærileg með mig, sko. En að það væri fólk sem að var svona heldur neðar. Og ég get bara, sko, svo sem sagt, amma mín, ég sagði það, hún var sem sagt á heimilinu og þegar ég er 9 ára þá flytjum við í hennar hús og ég er með henni sem sagt í herbergi. Og sinnt henni, hljóp upp og niður stiga með það sem þurfti og vinkonurnar komu og ég færði þeim kaffi. En ég fekk alltaf að hlusta á þær. Ég var alveg, sko, spurði alltaf hvort ég mætti ekki hlusta. Það verið svona eyrnastór. Algjörlega, en þá var ég að drekka ég var að drekka í mig sko lífið og söguna og það sem var á undan gengið og hún sagði, jú, en myndu mig eitt, þú berði ekki eitt einasta orð út úr herbygginu. En ég held að þetta hafi, sko þessi áhugi hafi líka kviknað, ég kannski átta mig betur. En ég líka nefnt dæmi sko að það var með okkur drengur sem var fatlaður í skólanum. Hann sko hann var í frekar erfiðari aðstæðum eða hann var í neðsta laginu. Hann var óhrifinn á höndunum og ég verið 9 ára. Þá áttaði ég mig á því og þá kallaði ég í hann inn heima, það var enginn heima, til þess að skrúbba á honum hendurnar. Og daginn eftir, og hann var svo hamingjusamur, að hann fór að sýna sér hendurnar og var svo fínn og harpa mín, hún þvoði mér sko, og það hlógu allir. Kennarinn sagði ekki þetta einasta orð. Að á einhvern hátt að þá sko var þessi neisti í mér að sjá það sem að var skipt og þá sem að voru í verri stöðu. Og síðan vann ég á símanum í 4 ár. Þar kom fólk
bara til að segja góðan daginn, er eitthvað að frétta. Þetta var svona eins og svolítið félagsmiðstöðvar punktur, skilurðu. Þannig að ég varð sko mjög fljótt meðvitið að það var ekki allir litnir sem augum. En eitt sem ég spyr fólk hérna Já. er að þegar þú ert barn á heimilinu, Já. upplifirðu að þú sért elskuð og velkomin? Elstu upp við ástríki? Sumir svaraði einhvern veginn eins og það hafi bara ekki verið í boði á þeim árum. Það hafi verið fundið upp seinna að ala börn upp í ástríki. Já, ég sko, við getum sagt að það hafi verið sko hugsað mann vel og faðir minn hann smíðaði fyrir okkur vinkonurna til dæmis lítið hús til að hafa búi. Það er ákveðin umhyggja að gera það, en ég myndi sko segja þegar ég lít tilbaka þá efast ég ekkert það að ég hafi verið elskuð. En það kannski var ekki verið að vinna þig á það reglulega? Nei, það kannski var ekki þannig sem sagt, en ég sem sagt fékk svona hvatningu, kannski líka frá ömmu minni, þannig. En sko þetta var ekki auðvelt líf fyrir fólk. Það var mikil vinna og það var mikil vinna að vinna fyrir sem sagt 8 manna heimili, skilurðu? Með auka sem sagt álagi að vera með skepnur og annað, og líka mikil vinna, þú veist, að sjá heimili, bara daglegt amstur, þvott á allt þetta. Þetta er fyrir tíma þvottavélanna. Nei, ég segi það, en maður setur sér líka inn í það. Að þá kannski hvert heimili er eiginlega bara fyrirtæki já, það er það. Það er það, og þá kannski er ekki verið að setjast niður til þess að knúsa þig, skilurðu. Þú veist, það er alltaf eitthvað sem býður, þannig. En ég efast ekkert það að ég hafi verið elskuð. Þegar þú segjum 12 ára, Já. þegar maður er komin þann aldur að það er runnið fyrir manni að maður verður fullorðinn. Já. Og þú ert á Súanda, þessum sólin hverfur á baku fjöllin. Marga mánuði. Hvernig sástu framtíðina fyrir þér? Hvað þið úr þér? Ef ég væri nú eins og amma þín að spyrja þig 12 ára Harpa mín, hvað heldur að verið úr þér? Já, sko, ég hugsa að ég hefði farið í eitthvað nám. Þannig að ég hugsa að það hefði sem sagt verið þannig. Mér gekk mjög vel í skóla. Og fyrst að vita það að það ætti að verða eitthvað úr þér út af því, að þú ættir að fara. Já, ég held sko, nei, ekki þannig að ég ætti að fara, en þú veist, mér bara gekk vel. Og það var ekkert sérstaklega verið neitt að hossa manni eða þannig fyrir það. Ég vissi það að fólk þyrfti að fara út á friðinum til þess að sækja sér sem sagt á einhverja menntun eða eitthvað slíkt. Það var náttúrulega bara barnaskóli, eða ekki? Það var barnaskóli. Síðan fór fólk í Reykjanes eða Núp? Já, það var það. Ég fór á Núp. Já, ég fór á Núp. Fór á Núp 1 vetur. Og og það verður síðan sem sagt að kom upp mikil veikindi hjá föður mínum. Og hvernig veikindi voru það? Sko, hann sem sagt var heima líklega í svona 3 mánuði og kvalinn og fer þá suður og er skorin upp
og það var bara lokað aftur með krabbamein. Já, hann dáinn 10 dögum seinna. Þannig að það gerðist sko mjög fljótt allt. Eins og stundu gerist. Já, það gerir það, já, og sérstaklega áður og fyrir, þú veist, það var ekki svo þekking sem við höfum í dag. Þannig að ég fór að vinna í kaupfélaginu og þannig að það var laust og já. Þannig að það var svona, og þá í rauninni, við skulum líka átt okkur á því að það var ekkert velferðarkerfi. Það var það ekki. Og er það þá þannig að þú ert kannski táningur með eitthvað svona drauma og framtíð og svo deyr faðir þinn? Er það þá þannig að þú þarft að taka á þig að vinna fyrir fjölskyldunni ásamt systkiniðunum? Er það þannig? Sko, það er þannig að við getum sagt að ég hefði farið á mér sér skólastjórinn hringdi í mig til að hvetja mig til að koma sko. En skólastjórinn á Núpi. En þegar aðstæðurnar eru svona að það var yngst 6 ára sem sagt barn, að þá sem sagt sér maður fyrst og fremst sko kannski þörfina og hvað maður getur gert til þess að létta undir og sem sagt að fara að vinna og borga heim til þess að reka þá sem sagt heimili saman með móður minni og yngri bróðir minn hann fór í skóla sem sagt en þetta er bara eins og lífið kemur fyrir á þessum tíma og það er nú mismunandi eftir hverju aðstæðu fólks er hvernig lífið kemur fyrir. Já, við skulum alveg líka, ég get alveg líka séð það sem sagt að sko mamma hún átti í rauninni, hún átti mjög gott frændfólk, systkinabörn alveg stóra hópa en hún átti, amma mín er fallin frá þarna árun áður hún átti engin systkini þarna pabbi hann var aðfluttur hann átti engin systkini heldur sem sagt þannig að það sem að kannski verður þó svo það þurfi ekkert alltaf að vera að það sé þá einhverjir sem að eru standa nærri sem að geta létt undir sem sagt en það var ekkert í þessu tilfelli og þetta var bara það sem að mér fannst liggja fyrir og svona bera skylda til það var engin nauð skilur það var ég sem ákvaða að fara að vinna bara og vera heima og, já. Þetta veldur því að þú ferð ekki í skóla? Já, það gerir það. Það gerir það. Og hvernig sástu þá þegar maður orðin 16 ára þá er náttúrulega algjörlega ljóst að maður er að vera fullorðinn. Þú er náttúrulega komin í bara aðstæðu þess að vera eins og fullorðinn. Já, ég bara... Hvernig var framtíðin í þínum huga? Ég held að ég hafi ekki verið með neinar stóra pælingar. Það horfðir ekki... Nei, þú veist þannig að freka tekið sko lífin eins og var og því sem að höndum ber. Ég held að það hefur verið bara, við getum sagt æðru leysi þannig. En aðstæður geta náttúrulega komið upp og eru í mörgum tilvikum svona að fólk hefur snúið sér að því að styðja við þegar veikindi bresta á annað. Já, þannig að það er þetta var bara mitt líf. Þetta er bara það sem hefur mótað mig. Og þess vegna er ég að spyrja líka. Já, ég segi það. En svo líða árin? Já, svo líða árin, já. Ég sem sagt... Það er eitt reyndar sem ég langar til að spyrja, því að þú ert þarna á Vestfjörðum. Já. Alveg frá stríði, að þá er náttúrulega rosalegu straumur Vestfirðinga suður. Já.
bara stórkostlegi fólksflutningar. Ég var eitt mann sem ég lék mér að því að hvað væru vestfirðingar margir eða væru hlutfallslega jafnmargir eða voru sko, ég man ekki hvað, 1920 eða eitthvað. Já. Að þá var það bara sko 45.000 eða eitthvað sko. Þannig að sko Já. sogið frá Já. Vestfjörður söður Já. var alveg Já. rosalegt. Já. Og bara stórir hópar af fólki að vestan hér. Já, já. Það er alveg. Þannig að það var þannig að kannski var það svona hugmyndunum og það er náttúrulega fór fólk eins og það systkina hópa fóreldra. Já, já. Pabbi vann náttúrulega úr Álftafirði sem sagt og hans fólk var þar og flutti suður sko. Já, en ég veit að þú getur fundið svona fólk á vestískum ættum og kannski fóreldrar systkini af og ömmu eða fóreldrar eftir hvað gömul, kannski engin eftir fyrir vestan, kannski einn af stóru systkinahópum, sko, 7, 8, 9 allir fallið suður nema kannski einn. Þetta er mismunandi. Þetta var skal ég segja á hvað ég vil segja, bara á 8. áratökunum sem að var mikill straumur suður, ég flytt 78 og ég til dæmis eins og með Súgandafjörð, þetta var mjög lokað. Það var ekki bílfært þarna sem sagt yfir fjallið, skilurðu, það var kannski 3,5 mánuður eitthvað sem að var bílfært yfir fjallið, annars var lokað vegna snjóa og ég er alveg samferð það að ef að göngin hefði komið fyrr eða koma þarna göng sem sagt 96 að þá hefði ekki allur þessi fólksflótti verið og það er líka þetta að þegar að fólk er komið með börn og unglinga sem sagt sem að þurfa sem að fara í skóla og annað sumir velja það sem sagt að þá að flytja þannig og svo Suðureyri við Súgandafjörður allt annað í dag heldur var á þessum árum. Já, allt. Hálfu leiti útkverfi frá Ísafirði eða ég veit ekki hvernig það tilheyrir Ísafjarðarbæ. Já, ég veit ekki alveg hvernig þetta skilgreina þetta. Það er ekki saman, ég get ekki, það er ekki saman sem sagt, það er hluti af Ísafjarðarbæ og ég hugsa sér ekki nema gott það að segja vegna þess að það er þá aðgengileg frekari þjónusta. Í rauninni, ég vona líka fólk sækja hana og getur sótt hana, sem sagt, að það sé þá jafnliða, en þetta er allt annað umhverfi. Og renna saman kannski í eitt bæjarfélag. Það var munur á sig, það var öðruvísi bæjarbragur í Hnífsdal eða á Súganda eða Flateyri eða Þingeyri. Þetta var annar kúltúr sem maður skynjaði ennþá á þessum árum að þetta höfðu verið sko, samfélög sem höfðu þróast sko, sérstaklega sko. Sem að ég held að hljóta að vera að farið að breyta svolítið núna að bera svona meiri svip hvort og öðru. Já, gerir það sjálfsagt og þegar þetta komið líka undir sama hatt þú veist að það er sama opinbera þjónustan sem öllum stendur til boða og annað en þetta er en það varð ákveðin fannst mér viðsnúningur það er eigendur að sunnan sem að keyptu þarna fiskviðina og fyrirtæki sem sagt síðan eru það bara súfriðingar sem voru pollar þegar ég átti heima þarna sem að vaksa úr grasi og fullorðnir og þeir sem sagt eignast þessi fyrirtæki og mér finnst að það hafi verið sko mikið meiri alúð lögð í þú veist umhverfi þessara fyrirtækja og annað, ég sé það alveg ég fylgdist lengi með Það er náttúrulega munur sem sagt fyrir kvótakerfi að það voru náttúrulega svona útgerðarmenn sem höfðu sterka stöðu í þorpunum en voru háðir þorpunum þegar þau gátu ekki sko. En við kvótakerfi þá gerist það svo mörgu stöðu þar sem að sko, eigandinn er raunverulega býr ykkur allt annars staðar og tekur ákvarðanir fyrirtæki sitt án þess að þurfa að gera það inn í þorpinu. Þannig ég held að það skiptir máli upp á svona brægin á þessum bæjum hvort að sko ákvarðanirnar eru teknar inn í bænum eða bara einhvers staðar hérna niður í Borgartúni sko. Ég er alveg samferð það og líka annað að sko sem sýndi sig þarna fyrir vestan og Suðureyri
að þeir sem sagt lögðu alúð við það að snirta og fegra og gera til bóta sem sagt fyrir umhverfið og sem mér fannst vera til fyrirmyndar. Það er það. Já. Ég var líka í Reykjanesskóla. Þú varst þar? Með krökkum frá Súganda. Já. Og eitt af því sem maður var hissa þegar maður hitti þá hvað fólk fullorðnaði snemma. Já. Ekki síst stúlkurnar. Já, já. Sem að ein þeirra var móðir. Já. Í efsta bekk í grunnskóla. Já, já. Sem að maður ekki að vera 16 þannig veitur. Já, já. Önnur var það árið seinna. Já, já. Þannig að þetta voru aðri tímar. Mjög ólíki tímar. Þú byrjar að vinna 7 ára. Já, já, ég segi það þannig að það er... Fólk var bara fullorðið bara... Já, það var... Eða, ég veit ekki hvað, eða bara lífið kom á það? Bara. Já, ég held það og þá er spurning sem sagt hvernig maður bregst við því. Já. Þannig og oft á tíðum þá þarf maður að gera það stand í lappirnar. Já. Það sem sagt er svona... Það er þannig, já, það er þannig. Þú eignaðist mann og barn? Já, ég eignaðist, ég fór á Síld, kynntist þar sem sagt bara yndislega manni og og við sem sagt ákvaðum að vera saman, hefja lífsgönguna saman og síðan sem sagt ég var fyrir austan í 1 ár og fyrir austan er hvað? Hvað fyrir austan? Ég var fyrir við kynntumst á Seyðisfirði. Ég var bæði í Breiðdalnum, Breiðdalsvík og Stöðvarfirði, vetur. Og þar sem sagt, síðan fórum ég skrapp vestur sem sagt og heimsættu móður mína. Já, og síðan fórum við vestur sem sagt vorið. Ég ætlaði að vera bara hjá henni sumarið og var ófrísk. Hann var að fara á Síld og ætlaði svo að koma bara til þess að sækja mig. Já. En það breyttist bara á 1 nóttu. Hann varð fyrir banasleysi. Og þannig að lífið eða maður þarf að mæta lífinu á sem sagt mörgum mismunandi vegum þannig. Hvað er þetta gömul þarna? 18 ára. Ólétt, nýbúin að missa föðuðinn? Já. Missir mannininn? Já, já. Móðið þín veik? Já, hún var svona helsu lítil. En þannig að auðvitað er þetta ekki það sem að maður reikna með þegar að maður er fermingu, sem sagt, en þetta er mitt líf. Það sem sagt var svona. En það sem að verður úr sem sagt að ég ákveða, hún fer með mér austur, móður mín. Já. Og við erum þar smá tíma og ég ákveða að fara með henni heim aftur. Vestur. Já. Og geri það. Og það sem að verður, það er það að það var ekkert velferðarkerfi. En ég fer að vinna bara tæpum 2 mánuðum eftir ég fæði og hún sem sagt sinni dóttur minni. Já.
þegar ég er að vinna. Ég fekk vinnu á símanum, ég var svo sem bara heppin líka að fá, við getum sagt bara þokkalega og góða vinnu fyrir konu með barn á brjósti. Menn þú væri ekki að slíta þér út. Skilur að vera ekki í kulda og vostbúð og annað, skilur, ég alveg met það þannig. Þá vann ég sem sagt á morgunvaktir og síðan aftur sko frá 2 til 8 og aðra hverju helgi. En það var í rauninni mitt bjargræði að móðir mín var til staðar. Ég var alveg auðvelt með að sjá aðstæður kvennanna sem þurfti að sitja börnin sín inn á barnaheimilin, skilurðu. Þannig að og það má segja það að það hafi í rauninni verið þráðurinn líka bara í okkar lífi að ég var til staðar fyrir hana líka þegar hún þurfti virkilega á því að halda og seinna. Þannig að það er svona það er velferðarkerfi. Stuttu hvor aðra. Já, við gerðum það. Þótt að væru báðar veikstæðar að þá var stuðningur í því. Það var styrkur okkar, náttúrulega var sá sem sagt að við gátum gert það og gerðum það. Já. Þannig að það er, já. Mamma var einstæð móðir með 4 börn hérna fyrir sunnan. Já. Þannig að kannski aðeins fyrr hérna í tímanum. Já. Ég var yngstur og það var reynt að setja mig á barnaheimilinu, ég vildi það ekki. Nei, ég segi það. Þannig endarum með að ég var alltaf í vinnunni bara með mömmu, sko. Já, já. Þannig að vinna í bakari í Jón Símonarsonar við að ganga frá pöntunum og hlera. Já. Já, ég segi það að aðstæðurnar hafi sem betur fyrir verið þannig þá að hún hefði getað tekið þið með. Já, það var bara eitthvað svona svigrúm, hérna Jón Sím og hans fjölskylda bara sætti sig við að drengurinn væri þarna. Já, eins og húsgötur. Já, skilið aðstæðurnar. Já. En segðu mér hérna bassfæðin sem hún kynnist og þekkir bara í mjög skamman tíma. Já. Má ég spyrja því að ég þekki ekki svona dæmi hvað sess hefur hann svona í þínu lífi og lífi dótturinnar svona að því að sumileiti þú segir þetta þá er eins og hann bara rétt hann er alla komin inn í lífið þitt þegar hann hverfur. Jú, við erum búin að vera þarna í 1 ár. 1 ár er ekki langur tími. Nei, það er það. Það er mjög stuttur tími. Já, sko Er hann það sem að hefði geta orðið tengt minningu hans að ef að þetta er svo mikið sko að hann fer? Já, ég sko ég hérna sko ég frekar hugsaða út frá því sem sagt að hvort að þetta slys hvort að það hefði verið hægt að fyrirbyggja það. Já. Þetta er ungu maður, 20. Já. Fáránlega ósanngjarnt. Já, ég segi það er það og svo þegar ég labba í gegnum sjóminjasafnið og sé aðstæðuna sem voru þú veist menn voru settir á spil til að snurpa nótina og annað. Voru í lífshættu? Þeir voru í lífshættu, þeir voru ekki með neitt hjálm eða neitt. Þeir dóu bara umvörpum, sko. Já, ég segi það þannig að það er það. Sko, já, ég sem sagt, það er, sko, harmað það að dóttir mín skildi ekki fá að kynnast honum. Og hérna þannig að það verður alltaf þá eitthvað svona ófyllt rúm já henni en ég sem sagt kannski hugsaði það þannig að ég vissi ekkert
maður veit aldrei, ég var búin að standa frammi fyrir því oftar en einu sinni, þú veist að maður veit aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér. Og það er annað líka sem að er á þessum árum að samfélagið það viðurkenndi svo sem ekki sorgina. Og það sem að kannski mínu tilviki eins og svo margra annara að þá þurfti maður að bera höfuðið hátt og harmsinn í ljóði. Og ég held að það sem sagt skili sér í því að maður getur bóknað en brotnar ekki, sem sagt, en það sem sagt gerir mann, það styrkir mann, en það kannski líka elur á eða gerir harðneskjuna í manni. Það er erfitt að ganga með miklar brynjur lengi. Já, og svo sem sagt þó svo að maður felli brynjuna að þá getur líka verið skiluru að maður er ekkert að ræða. En eitt sem sagt vil ég þó segja að sem ég hef talið vera mikla gæfu ég bara fyrir okkur all og fyrir dóttir mína líka að ég hef alltaf verið nátengt fólkinu hans. Hann átti stóra fjölskyldu og það skapaðist bara alveg við getum sagt tær kærleikur og var komin fyrir þannig að það helst og það hefur alltaf verið mjög sterk tenging. Ég sem sagt þetta er svona hluti af minni fjölskyldu, þú veist. Það er mikilvægt fyrir dóttur þín að... Já, það er það og hefur alltaf verið þannig að það er þannig. Já. Þannig að, já. En það er, þetta, eins og ég segi, þetta er bara mitt líf og eins og ég hef þá þurft að takast á við það. En við vorum kynntist þér þetta svona 12 ára og svo 15 ára og svona hugmyndunum að þú myndir fara en svo andir alltaf að toga þig, þú sleppur ekki. En við vitum það í sögunni að þú fórst svo endanum. Já, ég gerði það. Og það var ekkert sko, en það verður samt ég er komin til Reykjavíkur og eignast aðra yndislega dóttir og var gift tíma og kaus svo sem sagt að skilja og flytt þar eftir ég flytt til Reykjavíkur fór að starfa hjá Sókn sem sagt það var ekkert langt frá mér heimili mínu Já, Aðalheiði, hún verður þá Aðalheiður og Aðalheiður sko, hún Aðalheiður hún er áhrifavaldur í lífi mínu Já, það er kannski gaman að segja frá því líka Já Hún var stórkostlega persóna, já, hún var alveg stórkostlega persóna. Alveg upp í mikilli fátækt. Já. Svo mikilli að hún var í rúminu í 1 ára því hún átti ekki föt. Já, ég segi það, já. Þú getur reynt að ímynda sér hvað það er. Já, en ég ætla að taka það fram líka, þú veist að ég bjó ekki við fátækt þannig á þessum Nei, við vorum búin að fara Já, við vorum búin að ræða það Ég þú hafnar því Já, en það var ekki þó að það væri basla ég var yngri en ég fer að vinna hjá Sókn og þá eru þetta eins og ég hef búin að nefna við þig að fara að skúra og fekk 2 stykki og sinnti því og þá er búsetustofnaður og Aðalheiður hún var sem sagt í svona undirbúnishópi já og hún vill fá mig inn í búseta
og það stóð einhvern veginn þannig af sér hjá mér að ég sem sagt átti ekki heimangengt eða voru erfileikar og hún vildi samt að ég sagti í búseta því hún vildi fá mig inn í sem sagt stjórn eða varastjórn. Hún sko, ég búin að vera í sókn og ég búin að vera þar svona aktív. Og ég held að við verðum bara að segja hún hafa haft trú á mér. Því að hún vildi fá mig inn og sem sagt, hún sagði Harpa mín. Ég sendi þér umsóknareiðu blaðið og þú skrifar undir það. Og ég gerði það. Og og þetta var bara mikið gæfuspor. En þú ert að herma eftir henni? Þú ert að herma eftir henni? Já, hún var alveg... Ég kannaðist alveg við að bara ræðu að byrja að tala, þá varst að tala eins og aðeins að tala. Já, hún var alveg, hún var stórkostleg manneskja. Já, og ég ber mikla virðingu fyrir henni. En ég sem sagt fer í búseta og þar var komið sóknarkona og og fer í varastjórn og síðan í stjórn og ég þarna bara á 11 fundum. Þá hefði skipast þannig líka við í lofti að ég í rauninni fór að vinna vaktavinnu til þess að þurfi ekki að vera að skúra líka og byrjaði þá sem sagt líka í námi í kvöldskólum í öldungar öldungadeildinni? Já, í öldungadeild, já. En ég þarna sem sagt í búseta og sem sagt á öllum fundum og við förum lítill hópur til Svíþjóðar til þess að kynna það eru jaxlar sem að koma úr námi sem sagt sem að koma með sér þessa hugmyndafræði húsnæðissamvinnufélög og ég tók og í námi sem sagt og rannsakaði þróun félagslega húsnæðiskerfisins og allt það og síðan ég beðin að koma þarna sem starfsmaður þá farin að vinna hjá Sparisjóði Reykjavíkur nágrennis og í námi sem sagt með og ætlaði mér sem sagt að fara í nám en síðan æxlast það þannig sem sagt að ég fer í vinnu fulla vinnu hjá búseta og ég í rauninni sem sagt verð sem sagt framkvæmdastjóriðar frá 1988 til 1992 þá ég sem sagt og í því að vinna hugmyndafræðina leggja hana í framkvæmd með mjög frábærum einstaklingum bæði Reynir Ingibjartssyni sem að var þá komið fyrir landssambandið Páll Gunnlaugsson arkitekt, hann var formaður og það var mikið traust og við unnum mjög vel saman En þetta svona hluti af í svona bylgju þar sem að vilji til þess að koma með einhverja breytingar á húsnæðisstefnunni ég veit ekki, kannski maður ekki til kannski svona 77-78 leigjendasamtökin eru stofnuð meðal annars með stuðningi frá fólki og verkalýðshreyfingunni og út úr því kemur búseti, hann sprettur á sumriti þaðan hluti af þeim sem í leigjendasamtökunum og sem vilja berjast fyrir réttindur leigjenda en aðri vilja bara reyna að laga húsnæðiskerfið þannig það deglað þarna. Þetta mikið degla og þetta kemur upp úr því að það í rauninni mikil vandkvæði á húsnæðismarkaði. Svona þá kemur mislingis árin þar sem að klift í sundur þá var það náttúrulega alveg augljóst að húsnæðiskerfið á Íslandi bara gaggalagú. Já, það það og það það þarna og þess vegna sprettur þetta verður og það mikil barátta fyrir því sem sagt að fá löggjöf það byrjaði að byggja Frostafoldina nánast sem sagt á mörkum þess að það hefði fengist eitthvað lán til að byrja en þetta var alveg
gífuleg bjartsýni og þrautsegja, alveg ofbóðslega þrautsegja. eins og oft á Íslandi, ef þú hefði séð hvað þeir var að fara út í, þá hefði það ekki lagt af stað. Þetta var svoleiðis verkefni. Það er það í rauninni. Þú veist, það er þá að það er í rauninni, það skapast mikið traust á milli okkar sem vorum þarna í fararbroddi með að koma þessu í framkvæmd. Og ég til dæmis legg alla línur með, þú veist bæði bankaviðskiptin, við skattin, að fá allar upplýsingar og allt það sem samþykki fólks, þróa sölu á búseturétti og búsetugjaldi og skipta því í viðhald og búsetugjald og sýslumanni. Þú veist, þannig að þetta er gríðarlega mikil saga og það er í rauninni sko, þegar ég er farin, það kemur inn þarna maður 1990, sent á ári, 1990, sem tekur svo að sér að sjá framkvæmdina byggingu. Ég var með öll fjármál á minni hendi. Og í rauninni þá var uppsafnaður skuldir frá baráttu árunum, en ég kom því algjörlega á slétt, sem sagt, áður heldur en ég hætti. Það voru líklega sko 130 íbúðir komnar í notkun og annað eins í byggingu þegar ég hætti. En þegar ég var farin að vinna 7 daga vikunar, þá hugsaði ég með mér, nú held ég sæki bara í Háskóla Íslands bara undan þá frá stúdentsprófi. Og gerði það. Klárar ekki öldungadeildina? Ég gerði það ekki. Ég bara varð að hætta því að ég var komin í svo mikla vinnu. En þarna á Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir, þarna er hún áhrifavaldur í mínu lífi. Á mjög snúnum tímamótum í mínu lífi, þá verður stefnan þessi. Þannig hún sá eitthvað í þér. Hún sá eitthvað í þér. Já, það er alveg klárlega. En af hverju fórstu inn í sókn? Ég var að vinna sem sagt á barnaheimili. Það gera það ekki allir að fara að vinna í verkefnisfélaginu sínu þótt að sé í verkamannavinnu eða það fara ekki allir í verkefnishreyfinguna. Af hverju fórstu í verkefnishreyfinguna? Ég sem sagt, ég greiddi mín gjöld sem sagt inn í sókn. Já. Af hverju? Ég bara dróst inn í sem sagt þetta svona á fundi og annað sko. Það var þessi náttúrulega hvati í mér. Þessi samfélags hvað ég var að segja, ég var svona, já. Það væri hægt að bæta samfélagið? Já, það var það og fylgjast með og sem sagt en af hverju er það því að samfélagið er óréttlátt sem við laga? Er það því að samfélagið er óréttlátt að við laga það eða? Sko það var ekki endilega, það var í rauninni, það var náttúrulega alveg ljóst að launin voru alltaf lág. Það var alveg ljóst. Skilurðu? Og þannig að já, stundum getur maður lagt eitthvað í púk með öðrum sem að getur orðið til góðs, skilurðu? Þetta er samtakamáttur og ég hef trú á samtakamætti fólks. Ég hef það. En þetta er, já. Því að það er spyrja með búseta. Já. Því að það voru náttúrulega væntingar til búseta þarna í upphafi. Já. Það er ekki alveg gengið eftir, sko. Eða var það þannig að kannski stuðningur ríkisins og húsnæðisstofnunar og síðan Íbúðalánasjóðs að svona breyttist varðandi búseta. Hefði verið meiri stuðningur við þessa tegund að lausna húsnæðisvandanum. Það hefði maður alveg getað séð að búseti væri bæði sko miklu stærri og það væri bara ódýrar að komast þar inn og stundum fyrst manni sko íbúðaverði á nýjum húsnæðum er bara svolítið dýrt og það er eins og eitthvað að það hefði ekki alveg fæðst þessi draumur sem að búseti var. Það er sko það er tímæla laust sem sagt að þá hafa vextir á húsnæðislán sitt að segja. Og það er það líka í sem sagt
gagvart búseta. Þannig búseti voru, virkar ekki alveg vel ef það þarf að borga markaðsvexti. Nei, þannig að þá náttúrulega bara íbúðir sem sagt á markaðsverði, skilur. Það var þetta alltaf svo dýrt. En þetta er sem sagt, þetta í rauninni þarna í upphafi að þá þetta byggt á lánandi félagslegar íbúða. Og þá í rauninni, það var eitt af því sem að mitt hlutverk var að það var að fá upplýsingar sem sagt hjá skattinum, það var með leyfi náttúrulega fólks sem hafiði sem sagt tekjur og annað og fólk þurfti að vera þá innan tekjumarka. En svo var eitt sem að kom inn líka þarna á þessum tíma og það var meðal annars svona sem að ég fór í, það var að semja við bankan, það var að fara fram á það að þeir lánuðu helmingin af búseturéttinum til einstaklinga sem að síðan gæti sem sagt greita niður á lengri tíma. Það var í rauninni bæði það að vextirnir voru lægri og fólki skapaðist þarna var að skapa aðstæðu til þess að fólk gat greitt sem sagt síðan niður helmingin af búseturéttunum sem var kannski 10%, það borgaði 5 eða og þá var hægt að teygja hitt til einhverja ára og það var komið á þarna líka búsetusparnaði og fleira sem sagt. Þetta eru svona hærri þröskulda held ég í dag. Ég hugsa að séu hærri þröskuldan í dag og búseti var aldrei myndaður öðruvísi heldur en það að myndi standa undir sem sagt kostnaði sem sagt að búsetigjaldið að það myndi standa undir kostnaði. Herðu Harpa, við erum eiginlega bara alveg að ná í skottið á þessu. Já. Þannig að við byrjuðum þar sem að þú varst rík fullorðin eins og þú sagðir að fara í... Nú er ég harð fullorðin og við erum verið kona því. Varst að fara í nám í háskólanum. Já. Og þú ert að starfa þarna hjá búseta og mikil vinna. Já. Og hérna... Ég bara velta fyrir mér af hverju vildur þú fara í háskólan og í félagsfræði? Var það hérna sem sagt 15 ára Harpa sem að sá fyrir sér og myndi halda áfram í námi en gata ekki út á aðstæðunum? Nei, ég myndi ekki segja það. Af hverju vildur þú fara í háskólan eða félagsfræði? Ég get alveg sko, ég var í gífurlega miklum samskiptum við fólk í búseta í byrjun. Og bara það voru einhverjir 5.000 mann sem að voru búið að skrá sig þegar ég hætti. Sko ég var með hérna haspirur í kjálkunum þegar ég fór heim á daginn, þú veist í byrjun, þú veist bara af því að svara, en samt var ég vön símavinnu, þannig að það svona hjálpaði mér. En sko ég var komin svo mikið út í hérna komin meira frá fólkinu. Ég hef komið mikið út í hérna fjármál, stjórnun og sem sagt út í svona harðari hluti og mér fórst ágætlega úr hendi. Hitti ekkert fyrir löngu síðan verktaka sem byggði mikið og hann sagði mig, það var alltaf borgað á réttum tíma. En skilurðu, en ég sem sagt að því þarna stendi ég frammi fyrir því hvað vil ég gera við lífið þá ákvaði ég það að sko ég vildi vera meira í sem sagt hringiðu lífsins ekki peningum ekki í úrræðum þú veist eða þannig það var það sem togaði í mig fyrst og fremst og það var það að skapa mig vettvang við getum sagt að ég hafði lagt fyrir og ég átti sjóð og ég sá fram á það að ég myndi þurfa að framflytta mér í heilt ár ég fengi ekki lán komandi úr mikilli vinnu skiluru þannig að ég einfaldlega ákvað að hérna stýra lífið mínu þá inn í annan farveg og hérna En stundu gerir það þegar fólk fer í háskólan og fer í eitthvað svona akademíska vinnu að þá er það ekki að nálgast lífið, það er að fjarlægast því það er ekki gefið að og jáfnvel þóttu farir og skoðir sko kjör hinna lagarsettu og gerir einhverja rannsókn og svo fyrir bara aftur inn í háskólan
Sko, kannski í upphafi, Já. þá ætlaði ég mér þess vegna að fara í félagsráðgjöf og bara að fá réttindi. Skilurðu? Já. Ég hefði ábyggilega orðið bara góðu félagsmálastjóri út á landi. Já. Þess vegna. En þetta þróaðist svona og ég get líka bætti við að síðan lendi ég því að ég verði fyrir veikindum á sem sagt öðru ári, bara kemst ekki próf, búin að taka þá námslán og hvað ætlaði ég þá að gera? Ætlaði ég bara að hætta? Þá ákvaði ég að selja bílinn til að gera upp yfirdráttarheimildina og það námslánunum og halda áfram og vinna með. Þannig ég held að sko ég í rauninni ákvað bara þarna að setja lífið mitt í annan farveg sem að mér hugnaðist þá og ég í rauninni sko, mér fannst ég vera á réttu sviði að fara í sem sagt félagsfræði, það sem að ég sá sem sagt fyrir mér að ég gæti notið mín í hvort sem ég færi afbrotafræði eða velferðar eða félagslega stefnumótun. Námið mitt var í upphafi sem sagt félagslega stefnumótun, afbrotafræði og velferðaransóknir. Það var það. En já, ég bara þarna bara ákvað ég það sem sagt að bara svissa yfir og stjórna sjálf. Já. Og sérðu ekki eftir því? Nei, ég sé ekkert eftir því. Ekki við heldur. Það hefur komið margt gott út úr þessu. Ég segi það þannig að það ég svona allavega telja það að ég hafi lagt mitt á mörkum og líka það sem sagt að ég er alveg handviss um það líka að af því að ég fór svona seint í nám og með alla mína reynslu að þá kom allt annað út úr náminu heldur en ef ég hefði farið sem sagt í nám, við getum sagt bara 20. Já, alveg ánefa. Já, þannig að það er, já. Harpa, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig. Já, takk fyrir mig. Í skammarstund. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir. Já. Þetta er lokinn á helgispjallinu. Það er hvítasunna á morgun og þá verður ekki þátturinn Synir Egils sem er vanalega hér á sunnudum. Næst verð ég hér á þriðjudagskvöldið klukkan 8. Þá verður rauðaborðið. Þannig ég óskuðu bara góðra helgar. Segðu það á Samstöðinni.